Started indeed. Welcome to the gun show. Er þetta búin að? Já. Gægja, það er 15 lótar sem hilsar okkur þessum fallega miðvikudegi. Við erum held ég. Við erum live, það er þriðjudagur. Já, það er þriðjudagur, við getum ekki bata hlustundu lengur. Djúvöldin maður. Herra, ég held vona að við séum live á YouTube. Við eigum að vera það. Og ég fara á YouTube og tjekka á því. Já, prófa að gera það. Við erum fagmenn í þessu. Tæknitröll, sko. Erum við live? Já, ég held það. Kíkt á það. Höldum bara fram. Þannig að eins og allir vita, þá þáttur náttúrulega gefin út á Spotify og YouTube. YouTube hefur verið að koma inn seinna, en núna kannski bara fyrr. Já, það er nú geggjað við bara streymum alltaf live hérna. Já. Video shows. Ég sé þetta ekki live. Já, það eru góða fréttir. Það er bara gott að blessa. Það er býttu á... Okay, þessi tveir takkar þegar var rauðir, eða ekki? Jú. Þetta er bara allt í gangi. Okay. Þetta er svona þáttur sko. Þetta er ekki við að hvað þetta er svona live. Herru, frábært. Hérna, við höldum áfram í lífið. Það var svo geggjað UFC-kart síðustu helgi. Og lúmsgott, við sem er lúmsgott. Við erum að tala Kolbeinn Kristins kom með bara og svo þetta John Jones móti Stipe í næstu helgi og Mike Tyson móti Jake Paul. Því líka veisla. Bæði John Jones og Mike Tyson sömu helgi. Já. Það er crazy. Áttu eitthvað að múna því að? Nei, sérstaklega Mike Tyson er 57 ára sko. Það 20 ára aldursmunur öðrum. En við komum 58 með þessu helgi. Já. Ekki? Já, en eitthvað það. Hann 50, ég veit hann án ekki voru 57 þegar hann berst við Jake Paul. Hann fæddu 30. júní 1966. Þú meina að... Það er hann 58. Já, 58, já, emitt þetta. Getur verið 58, það er engin aldur. Það er engin aldur. Ekki fyrir þess að heavyweight. Það er engin aldur. Svo erum við búin að tala að Stipe sig hérna. Að deyja úr elli, sko, hann er 42 ára. Ég veist að ég játa það svona, því ég sé Stipe, bara svona vídeo á honum að tala og eitthvað, þá finnst mér eins og hann sé álinn svolítið gamalt, sko. Er það ekki bara út af öllum höfuðökunum? Hann er svolítið, þú veist, hann er ekkert að mynda langar og flóknar setningar sem maður, sko. Já, emitt. Nei. Ég held að höfuðökin spila alveg inn í það, já, maður tekur alveg eftir hjá bardagmönnum svona í byrjun ferilsins, þá eru miklu skýrmæltari. Já. Svo þú veist eins og Max Holloway og svona gæjar Nate Diaz og eitthvað, þú veist, maður heyrir alveg á þeim þegar þeir tala. Já. Að það er smá glatað. Það komið svona delay, þú veist. 20 svona delay á milli þess að það er hugsa eitthvað að þanga til að koma skilabónum allavega. Talandi delay, nú hefur ekki verið sjón að sjá þig sem þú varst fertugur. Ég er búin að vera meira að minna veikur, sko. Hvernig er fertugsaldurinn að fara í það? Nú er Stipe í 42. Já. Sko, ég vill segja vel. En það er bara, þú veist, evidence er annað. Ég er búin að vera veikur núna í viku. Það eru sennilega lengstu veikindið sem ég hef verið í bara frá því í COVID-inu, sko. Þegar ég fekk COVID, fyrst skipti. Það var viðbjöður. Eða 40 ára flensan. Já, 40 ára flensan. Þú veist, ég er búin að vera í rúminu í viku, sko. Og alla dagar er ég búin að vera, þú veist, sendi í vinn eitthvað. Ég kem á morgun og svo hann daginn eftir og er bara verri. Þannig að, nei, að vera 40 er ekkert frábært. Ég mæla ekki með því. Sleppi ég það ekki það. Ok. Ég er náttúrulega búin að semja við Guð og svona. Ég verð ekki fertugur. Herru, svona náttúrulega gott. Vel minnst það að í næstu viku þá kemur, eða raunin á föstudaginn, þá kemur eigandi Kate Steele keppninnar í þáttum til okkar. Það er crazy. Já, það er ekki. Já, sem verður þá í fyrsta þættinum þar sem að Myrkun, hérna tjaldabúðin á smiðuveinum, verður búin að græja stúdíóð okkar og gera það glimrandi flott. Já, ég vil í peppar að fá hann. Það var með svo góðar hugmyndir hérna. Já. Það var að skoða. Já, Bjarni. Já. Þannig að fá hérna Bjarna og Dominic. Já. Á sama tíma. Það er huge. Eigandarna Kate Steele eða gaurin sem er að reyka Kate Steele. Já, fá hann bara hérna alveg. Það er huge, sko. Það er huge. Það er mjög gaman, sko. Það er gaman að fá að vita, sko, hvernig þetta fungerar. Akkurat. Og hann er svona fyrsti gesturinn á nýju sísoni. Já. Má alveg segja það. Já, við þurfum nú að fara að taka inn líka gömlu gestin okkar, þú veist, í myndina, hérna, þannig að nýja sísoni verður nú að vera svolítið það verður gestagangur. Já, við launchum núna svona 5. lótna, Volume 2.0, þegar stúdíóðu verður orðið fullklárað
og þá förum við bara að fá gesti hérna í hverju viku og það eru algjör veisla maður. Ég var alltaf gömlu gestur afturkið, svo ég syngt tjöldin. Já. Tjöldin mín. Ég held að það var ekki ekki. Herru, áður en við byrjum þátturinn á fullu, ætlum ég minna á að þátturinn er náttúrulega með sína bakhjarla. En þátturinn er í boði Mínigarsins, heimavelli bardagaíþrótta, þar sem að þú fara að sjá alla stærstu bardagana og bardagakvöldin. En þetta er ekki helgina, það eru allir svo seint. Við erum að sjálfsögðu hérna í boði M-Fitness, glæsileg íþróttafatnaður lóð og jógavörur á Stórhöfða 15 og Tryggvabraut Akureyri. Svo er það bara mfitness.is. Svo er Seyðisfjallinn í Fákafeni, fæðubótarefni sem að þú finnur ekki annars staðar. Náttúrulega styrabústrar, heilsu, sveppablöndur og vandaðar matur án efna. Svo er sjálfsögðu boxbúðin, vandaðar tatami-vörur og Ljóni boxvörur fyrir boxarana. Og svo síðast en ekki síst nýjustu krakkarnir á gauðunni Chili Salsa og Prep-barinn. Já. Yes sir. Já. Það alveg rignir inn í styrtaraðum hjá ykkur. Já, þetta var vel þegið. Já. Hérna, ég er svona gæði sem hann finnst gott að bóla. Já, og þessi 2 staðir eru alveg geggjaðir sko. Já, ég er mjög spenntur að smakka Chili Salsa. Ég elska mexikanska mat sko. Og það er náttúrulega Willi Hernandez sem á Chili Salsa. Já, bókstjálfari. Bara bókstjálfari, ég er bara legend í bóksheiminum. Það er gaman að vera í samstarfi með svona góða fólki. Já, ég myndi hérna vanur á skrifstofu í gær og svona myndist á þetta og þá svona malaði eins í fólki. Já, það er úgeðslega gott. Já, ég er spenntur fyrir að smakka. Ég er ekki búinn að smakka þetta. Nei, ekki heldur. Og svo er það Prepparinn sem að hérna er bara... Það er eitthvað meira hendi í heiminum að grípa með þess að Prepparinn. Já, eitthvað svona áverð, svona... Það er á leiðinni. Ef þú ert á leiðinni eitthvað... Og Vesturlandsvegi. Ef þú ert á leiðinni eitthvað og vantar eitthvað hollt og næringaríkt, Prepparinn. Já, geggja fyrir okkur að grípa svona fyrir tökur hérna rétt á stúdíónu okkar. Já, það er bara klassískt. Það er geggja. Herru, hérna, horfðu þið á UFC? Síðustu helgi eða? Ég gerði það. Já. Það gerði ég. En ég gerði ekki síðustu helgi, en ég horfði á UFC. Þú varst nær dauða en lífi síðustu helgi. Já, ég í alvörinni. Ég væri bara að tegja. Þetta er svo fyndið, bara stjórnlega fucked maður. Þú er bara eitthvað. Já. 40 flu. Líka þegar ég var veikur á þriðjudegi, skilur. Á sunnudegi var ég ennþá bara vaknandi og bara eitthvað, I wanna end it right now. Já, ekki sexy. En þetta var gott UFC-kast. Ég horfði á þetta heima hjá Bygga og hundunum hans. Við erum alltaf svo grand á því, við erum alltaf með ekki að fínan osta. Erum að horfa á UFC með Ritz keks og ostum. Já, við erum svo grand á því, sko, þú trúir því ekki. Já. Þú kemur með næst. Já, ég kem þá með paprikusnakk og vóðeitu. En já, klárlega. Já, þetta er cozy, þú veist, bara, þú veist, cozy er bara, við erum bara meðmálafíklar. Já, ég sá það á spjallinu. Hvernig gekk? Ekki nógu vel maður, ég tapaði einhverjum 3 parlays og svo var bara komið að main eventinu, ég var búinn að tapa þessu öllu. Þannig ég setti á sko að Prates myndi vinna í annari lótu og þá hefði ég grætt allt tilbaka og 5 evrur mér viðbót og svo þurfti hann að vera rótað með fucking 5 sekundur eftir að fyrstu lótu. Djöðlari fyrir þær. Það er ekkert rétt að því sem heimi. Nei, ég veit það. Ég grætti ágætlega á einhverju. Já. Á hvaða bara það? Þú veist, hvernig parlay? Ég var með Gillian Robertson by decision og svo hann what's his face sem var eini underdogin sem vann á kartinu og Lunes Gaston Bolonius. Já, Gaston Bolonius sem að sko þetta er fyrsti barðan sem ég horfa á með honum og ég var mjög hrifinn af því sem ég sá. Já, og skemmtilegur sko. Hrikalega góður. Líka hinn gæinn Korta Vius Rómius sem er svo skrítið nafn að ég get aldrei munað það sko, annars bara þurfa að fá að lesa það. Hann var eitthvað svona, þú veist, kom heitur úr Contender Series en svo mæti hann bara svona Gaston Bolonius sem bara sýndi honum að það er munur á Contender Series og UFC. Já. En eigum að taka þetta í einhverju röð hérna? Já, við ekki byrja nýjum magni Carlos Prates. Já. Og vandamáli sem að Carlos Prates er. Já, einmitt, hann er með svo mikið kraft í handunum. Mér finnst svo cool hvernig hann bara svona, hann stoppar svona áður en hann kýlir. Í svona smá split second, þá er hann alveg kjur og svo kemur höggið einhvern veginn. Það er bara svo, þessi stíll er svo flottur einhvern veginn. Ég tók það fyrir líka með leggkickinn hans, svolítið svona offbeat lappaspörkin hans. Þú veist, það er eins og þau sé að fara að koma og svo komuðu geðveikt eitthvað rólega og ég bara akkur lesa hann þetta ekki, en þá held ég þetta er svo offbeat, hann tekur skrifið og síðan kemur einhvern veginn höggi bara svona, þú veist. Þetta er svona funky meðvitið hik sem að fokkar upp balansnum, tímasetningunni hjá anstæðingum, sko. Sammála. Alveg satt. Og líka bara einhvern veginn, við líður líka bara eins og svona, hann sigrar svona andlega
geimið með þess að því að hann svo grípur sem þú í hendunar á aðstæðingum sínum en hikar samt í högginu og þeir eru eitthvað svona eins og hann segir láta á flinsa svona bitch og svo kemur höggið þú ert eiginlega þetta er svona stóra bróður smúf þetta er svona intimidation þetta er svona þú veist og líka þegar ef hann er búinn að hitta þig einu sinni þá berður svo mikla virðingu fyrir kraftinum sko að þá þegar hann fer að gera svona hluti þá byrjar að flinsa og þú veist þannig að þetta er rétt þetta hefur áhrif á bara mental hérna hjá ég held að segja ofboðslega vont þegar þú ert að berjast mót einhverjum og hann er svona að feinta þig og þú flinsar alltaf þá er hann líka bara eitthvað ég með þig ég held að það sé mér fannst það líka hann var svo loosey-goosey þegar hann var bara að labba inn þú veist bara það er eins og hann hafði ekki áhugjur en einu hann var bara fullkomlega slakur var bara að syngja með laginu sínu þú veist maður sá Magni var alveg bara svona ok ég er að fara að mæti eitthvað hella dæmi sko svo sé maður hann labbinn og hann er bara að hafa kósí og fyrir hann svo ekki sík og bent eftir sko maður sér það svolítið á barðamenn sumir eru bara að labba inn og þetta er bara þeirra náttúrulega umhverfi Conor McGregor er svolítið hann labbar inn hringinn og það þú veist hann líður hann bara vel hann líður bara vel á þessum stað þessum fight or flight stað og meðan aðrir þurfa aðeins að peppa sig upp þetta er svo John Jones sagði í Countdown þættinum að hann ólst upp inn í þessum arenas þetta er ekki þetta er bara hans náttúrulega eðli að vera í þessu hann er alveg svo ungur hann þekkir ekkert annað en að hugur og liður að öskra á hann skilur það er alveg töff en Carlos Prates þú veist steinrótaðan sko næstum því tvisvar hann kemur þarna svona stuttur olbúi þegar Neil Magny er að stíga inn næstu rótar hann og svo bara einhvern veginn fucking rótar hann bara með hérna svona eða svona glansing högg í gagnu ég horfði á þetta svona þris og ég bara hann hittir hann ekki þú veist það er bara eitthvað smá sem hittir hann bara styggst utan en samt nótla rótan sko það er lótrúlega það er fekk að klika sko ímyndu ykkur ef það er bara lent flush Neil Magny væri bara við varum að halda að jarða fyrir núna en ég var líka mjög impressed með Prates hvað hann var hérna þegar hann náði Magny vönguðum og meittum þá valdi hann skotið sem vel hann fór ekki í eitthvað hyper overdrive mode bara róta núna heldur þú veist hann bara svona Pereira feelingur bara hélt áfram á eftir honum og stolkaði hann bara mér finnst það geðveikt já, í samlega, það var svona frekar vel gert sko. Hann er svo kálkileitið svona, ég ætla ekki að segja hans í gunni í honum sko, en það er samt svona pínu gunni í honum sko, hann er ekki svona super high volume en hann er ógeðislega hitinn og ekkert eitthvað brjálaðislega aggressiv þú veist, hann er alveg með aggression en hann er ekkert að overwhelma með aggressionu sínu hann meira bara með feints og höggþyngd sko. og pressu og pressunni sko. að þú verður að svona góður að svona finna akkurat fjarlæðina og þú finnur fyrir því þú er komin í akkurat fjarlæðina hans af því þá dominator hann þig svo mikið eins og Neil Magny er alveg langur gæði og svona en hann var aldrei að fara að vinna hann bara á fjarlæð og mér finnst það meira bara að bendona þú veist þetta að taka bara 1-2 og fara á reiðhjólið og halda sig bara í fjarlæð og bara vera í 1-2 höggum á hjólinu mér finnst það bara hætta við eftir svona mínútu bara ok, þetta er ekki að ganga gerum eitthvað annað og þá fannst mér svona rætti þetta singuleg takedownið svona í bakgröndinu og sem að gekk svona til að byrja með þannig til að gekk ekki og þegar það gekk ekki þá var það bara hann bara núla það út og þá þarftu bara að standa fyrir framann en kraft einmitt líkuðu bara að það verið betra fyrir Magny að fara í eitthvað svona takedown og stóla bara í miðju takedowni bara hæja á, þú veist bara fokka tempónu upp, skilurðu og við erum ekki að leyfa Prates eitthvað að vera að stjórna ég er sammála sko en svo kemur á hinbógin sko það sem að þú veist það sem að hérna Prates með þessa stuttu olbúa reyndar þannig að þú veist þegar Neil Magny hann ætlar að skjóta ykkur takedown skilur ætlar að klinsa ykkur með hann og mætir hann sem stuttu olbúa sem bara þú veist hann var búin að taka yfir 100 barda í Tælandi þú veist hann ætlaði bara eitthvað að búa í Tælandi og bara berjast hverju viku og bara geta sátt með lífið sko einu sinni og þú veist þessi Muay Thai reynsla sést svo vel í þessum olbúum hvað þú veist, menn fatt ekki alveg hérna, þú veist, að olbúi sé að koma, þú veist, hann kemur með það svo beint svona sko þú veist, maður er ekkert alltaf vanur að sjá þetta í UFC en maður sér þetta ógeðslega mikið í Muay Thai Svo er náttúrulega líka bara þessi gaurar sem eru hann í Tælandi, þú veist, og eru með svona bara keppi í hverju viku bara fyrir matnum næstu vikuna, skilurðu
það að keppa í bardagaíþróttum fer bara, þú veist, þetta verður bara svo bumbubolti, þú bara mæta með félagunum og þetta er bara gaman og þú veist, það er ekkert eitthvað svona stressa, kvíði eða vesen, þú veist, þú bara, ég er bara að fara að berjast og svo er þetta búið og sen getur fengið okkur að borða. Já, ég held að sé hérna ágætispunktur. Hann kallaði út Jack Della Maddalena. Já. Vildi mæta honum í Ástralíu? Það var alveg skemmtilega bardagi, mér finnst hann alveg búin að kaupa sér það. Já. Og meira til. Já. Eða þú veist, mér finnst þetta bara geðveikt spennandi bardagi. Já. Ég er svona óttast smá að Jack Della Maddalena myndi mögulega bara eitthvað svona ok, þú strækir, ég strækir, let's wrestle. Já, það er ekkert ólíklegt. Sérstaklega eftir þessa framistöðu þá heldur Della Maddalena langi ekkert að stræka með honum. Nei. Ég man ekki hvernig hann losnaði að því Magni tók hann niður á einum tímapunkti. Ég man ekki hvernig hann losnaði. Náði hann að secure a takedown? Já, hann var með hann á rassinum hann upp við búrið. Já. Og alveg að nota lengdina sína og svona. Herðu, var það ekki... Nei, það var ekki þessum partæði. Ok. Það er margt sem gerðist í þessari 1 mínútu. Nei, sko, Neil Magny er ekki kreditað með neitt takedown. Já, hann fann alltaf að halda í eitthvað nokkra sekundur til þess að fá það skráð. En svona, þú veist, mér fannst að ná honum á rassin þá hann kannski ekki secúrað eitthvað stöðu beint. En ok. Hann er alltaf að ná honum eitthvað svona, náðu að halda honum aðeins í smástundu fyrir búri. Í svona 1 mínútu, fyrstu mínútu af bardaganum, þá hugsaði maður, ok, Neil Magny er bara að spila þetta ógeðslega vel og gameplanið hans er að ganga, en það gekk ekki nema kannski 1 mínútu. En svo bara komu stuttuhögginni á bræðið sinn og þá hætti Magny bara að vilja vera nálægt honum. Hann er líka bara, Pratis er bara drullu góður að vera takedowns. Hann er með 80% takedown defense. Þú veist, það er bara með því hæsta í UFC líka við, sko. Það lítur að það er mjög hot, sko. Já. En Jack Della Maddalena, Pratis, er það ekki bara... Til í þann bara... Jú, ég til í það. Nefndi hann ekki eitthvað annan nafn líka? Hann nefndi Maddalena í Ástralíu, hann vill fara heim til hans í Ástralíu í UFC 312 sem verður í febrúar. Þannig að hérna, það er geggjað, þú veist, þetta er ekki bara call out og sterkan anstæðing, þetta er bara, þú veist, þetta er að vilja fá sterkan anstæðing og fara út í völl og mæta honum þar, sko. Þetta er svona Conor þegar hann sagði, ég vil fá Khabib in Russia. Já, en þú veist, þeir vita náttúrulega hvað það þýðir ef hann fer til Ástralíu, Ástralíu-kortinu er náttúrulega risastór alltaf, ef hann fer til Ástralíu og fokkin skeinir Maddalena, þá er hann bara komin í titilumræði, sko. Já, algjörlega. Alls konar vesen, sko. Ég fílaði þess að þetta að þeir vilji fara í bakgarinn hjá hinnugörnum, vinnan þar. Það er sterkt, sko. Já, það er mjög sterkt. Hvað var það hitt nafnir sem hann kallaði? Var það Ian Garry eða eitthvað? Nei, því bara... Hann nefndi eitthvað annan nafn líka. Já, ég bara hreinlega maður það ekki. Góð fréttamennska hér á ferð. En bara, þú veist, yes please, bara meiri Carlos Pratis. Já. Sko, hann er eitthvað fucking höggþungur í félaginu. Þú veist, bara eins og þegar hann kastar krók, hann kastar hann max distance, max power. Sko, þegar ég kasta krókunum mínum vítt, þá missi ég power. Já. Og bara eitthvað svona, ég bara hef það ekki í mér, sko. Nei. En hann bara, þetta er bara eins og fucking killða, sko. Já. Þetta er fucking trillt, sko. En Neil Magny, ég veist, er einhver að horfa á Neil Magny sem eitthvað threat? Að þú veist, eins og fyrir bardagann, kemur alltaf eitthvað svona Neil Magny is the bona fide blah blah blah. Hann er geggjaður, veist, ég kaupið aldrei. Hann getur strítt hvernig sem er. Feat journeyman. Já, en þú veist, ég meina, hann tók Mike Mallow sem bara ógeðslega spennandi nýr gæi. Ég meina, þú veist, hann var að tapa bardaganum í 14 mínútur, en hann vann bardagann. Í svona 14,5 mínútur. Já, en þú veist, hann er með sigrað við Robbie Lawler og Carlos Condit og hefur strítt fullt af mönnum í gegnum tíðina, sko. Já, ég meina, mér finnst hann bara fýtt það sem hann er. Góður í þessu að taka og sikta út hverjir eiga að fá berjast við topp 5-10 gaura og hverjir ekki. Þess að nú er bara að klára hann sko í 2 bardagi röð. Já, sem hefur ekki gerst, hann hefur ekki tapað 2 bardagum í röð síðan 2013. Hann var tekinn núna út af rankings í velterveight. Hann er búinn að sitja á þessum rankingslista síðan 2015 sko. Já. Og núna fyrst að fara út af hann. Hann er bara, hann er með eitthvað 34 UFC bardaga, 22 sigra, það er engin sigra jafn mikið í velterveitt. Þú veist, gæinn er legend. Þó hann hafi ekki verið að berja þessum championship leveli, þá er hann svona algjört legend og er búinn að vera bara besti svona top 15 gatekeeper sem við hefum séð bara í nokkru deild, finnst mér. Myndirðu setja hann í Hall of Fame? Nei, kannski, já, þú veist, most wins í welterweight, er það ekki? verður að vera góð,
Sko fyrir mér verður að vera mjög góður bardagamaður til að komast inn í Hall of Fame. Já, kannski. Ekki bara vera, þú veist, accompany man sem berst oft. Samanlega. Já, kannski ekki. En hann búinn að vera geggjaður og ég vona hann sé ekki alveg hættur. Ég vona að við fáum að sjá hann vinna einu sinni áður en hann kveður okkur. Já. Fyrir fullt og allt. Já, við bara fljúum einhverju nunnu frá London til að setja í búrið gegnum húnum. Já. Hann verður að vinna síðasta bardagan. Já. Já, hann hlýtur að hafa það af. Já. Mér gegja það. En svo bardagan undan Gerald Mercer það múti Renier de Ritter. Var þetta ekki fyrsti bardagan Ritter? Jú. Þeir eru félagar. Já, eru þið vinnir það? Já, það var eftir mikið saman sko. Já, þeir hafa eftir mikið saman. Og það var svolítið að sjá í bardaganum sko, með að við hvernig þeir hérna fannst þeim þetta rosa eitthvað friendly bardagi. Já, líka þeir lágu bara svona kúrandi saman eftir þetta kláraðist og var bara svona, hann var eitthvað svona klappon bara eitthvað svona félagi. Hann talaði líka það sko fyrir bardagan, þú veist, hann hefur söppað hann svo ofta á æfingum, hann ætti alveg að geta gert það þarna líka. Já, að Ritter er alltaf að söppa Mercer sem er sjálfur söppvél. Já, sko, Ritter vildi mæta Khamzat. Það er ekki gott fyrir hann. Sko, hversu slagur þarf þetta að vera í haustnum? Sko, til þess að fara sko, næstu við 3 lótur í ykkur svona back and forth gegn Gerald Mercer. Þú veist, hérna, Ritter vann fyrsta lótu, Gerald Mercer vann aðra lótu og svo er þetta svona back and forth þriðju, rétt söppar hann og þeir eitthvað svona good fight bro, ég held þessi tilbúið í Khamzat. Nei, líka bara Mercer var betri á fótum fannst mér allan tíman. Mér fannst Ritter aldrei eiga séns á löppum. Náttúrulega með leiðu fór í eitthvað klins, þá var Ritter betri. Og svona þar var hans leikur. En hann verður að gera eitthvað í þessu striking. Mercer er ekkert besti strikeri í UFC sko. Ef hann er outstrikaði og boxaði í drasl, þá er Khamzat að fara að drepa þig sko. Khamzat líka sko, hann sko eiginlega sigraði Mercer með augunum. Mercer fóldaði og rótaði með einu höggi. Fyrsta höggi í leiknum bara labbaði upp á honum og hann bara rótaði hann. Ég held að Ritt veit ekkert hvað hann að biðja þegar hann að biðja Khamzat sko. Nei, ég held að hann vilji bara fá smá athygli, þú veist, að Khamzat er að leiðinni beint í title shot, þú veist, þetta er bara, þú veist, hann er bara að segja eitthvað til þess að komast í blöðin og ég meina, við fjallum fyrir þessu skrifum greinum þannig að veist, hann veit hvað hann er að gera. Já, þetta sé bara, þetta er svona stönd. Já, bara fá allir að tala sig. Það er allir hættir á Khamzat, það er allir að dakka Khamzat. Enginn að fara að tala hann eftir en, þú veist, ég hafði ákveðna væntingar fyrir þessu manni, sko. Og ég get ekki segja hann hafi staðið undir þeim. Mér fannst þetta ekki frábært, sko. Nei, allan að, þú veist, hann er ekkert eitthvað að stimpla sig inn sem einhver title contender, þannig að hann þarf að sína eitthvað meira og betra. Já. Þannig hefði eiginlega þurft að vaða í gegnum Mercer. Rústunum. Söppan í fyrstu lót. Já. Þá hefði verið, ok, hérna er einhver... Og eiga sensi hann á fótum, skilur. Ekki að vera bara outstruck by Mercer the Grappler, skilur. Það er ekki rosa gott lúk. Ekki rosa gott lúk. En, sko, Renier de Ritter, spenntir fyrir að sjá hann aftur, eða? Nei. Já, þú veist, ég er alveg til í að sjá hann bara á móti einhverjum svona mid-level gaur, þú veist. Ég meina, þú veist, hann komst ekki auðvitað gegnum Mercer og Mercer er á niðurleið, held ég, í sínum ferli. Þannig að svona, ég veit ekki, nei, þú veist, jú, ég er til í að sjá hann, en það er svo sem ekkert, þú veist, það er ekkert eitthvað stór fight sem eitthvað að fara að selja neitt. Þó hann sé einhver double champ, bull one. Myndirðu vaka til 2 eftir að horfa á bardaðum hann? Ekki til 2? Nei, akkurat. Ég myndi ekki vaka til 12, sko. Nei, einmitt. En þú veist, hann mála verið inn á okkur karti, ég horfa á kartið, en ég er ekkert að vera að kveikja á kartinu fyrir hann. Nei. Hann gerði alveg vel í því að kalla út Khamzat, að því nú langar mig svolítið að sjá eitthvað svona mid-level journeyman gæja að berja hann. Já, væri enda ekki ekki. Það er bara gaman, sko. En ég get samt alveg trúa því að hann, þú veist, hann gæti samt alveg farið í þann leik, einmitt, að vera, út af hann er stór. Þú veist, hann er stór fyrir þessa vekt. Það sást alveg, þegar var hann bakinn á Mercer, þá var hann bara eins og björn núna, sko. Þegar ég get alveg trúa því að hann gæti læst fullt af gaurum upp í búrið og græmtað sigur þannig. Þó hann sé, ég held að hann sé geta farið í eitthvað flying armbar sinna. Nei, ég er með hugmynd, sko, fyrst hann er kallað Khamzat, gefa hann bara íkrama lífskraf, bara hérna er diet Khamzat. Ok. Og sjá hvernig það gengur með það. Með grun samt, sko, að þú getur tekið
Mercier og grappla hann svona vel og verðst alltaf á svefnæfingum og eitthvað Mercier getur alveg grapplað þannig ég svona velta fyrir mér ef að hvort að Ritter sjáu fyrir sér bara að hann ráði við Khamzat úr botnstöðunni Já, bara hann geti þríðning að hann eða eitthvað bara með hann í full guard og bara ég með þig en þú veist, þú ert ekki ef þú ert undir Khamzat þú ert aldrei með hann neitt sko. Ég er ekki aldrei það sko en já, rétt hvað Ritterinn heldur sko Já, rétt Ég er svona Ég sé það bara ekki fyrir mér Ég sé ekki fyrir mér að maður sem Khamzat eitthvað í full guard og maður sé bara eitthvað I'm winning this Guillotine Já, ég sé það ekki Núna ert í minni veru það er bara rétt að gera sig enga greið fyrir hvað hann er að tala Nei En vel gert samt hann er að koma út úr bara þannig Mercier og hann hugsaður að Mercier hann er gæi, hann er nafn sem hann er ekki lélugur en þú veist, það er stökk að fara úr Mercier yfir í Khamzat Já, einmitt Gaman samt að fá Ritter, það er ekki margir sem að vinna UFC debut sitt Nei Hann vissulega gerði það sem var vel gert Já Herru, Gaston Bolanos á móti Cortavius Romeus Það er ekki rétt bara fram í það Ég er strax búin að gleyma þessu namni sko. Það er alltaf flókið Mér fannst þetta skemmtilegu bara Það var mjög skemmtilegt Mér fannst þetta svona skemmtilegu scrambles í glímunni og svona svolítið svona óhefðbundin striking leikir sem voru ekki ljótir samt skilur en voru óhefðbundir tímasegnar svolítið óhefðbundar fjarlæðirnar óhefðbundar þetta var bara mjög svona óhefðbundin bardagi það er gaman að horfa á þetta Ég sammála Mér fannst þessi Gaston Bolanos bara ég vissi ekkert hver þetta var Nei, ekki Svo var ég fylgist með honum bara alltaf í öllum svona bara í öllum stöðum í clinchu, grappli, við búrið whatever það vissi hann alltaf hvernig hann alltaf losnaði út og hann var svo ógeðslega rólegur einhvern veginn og þetta var bara svona hann var svolítið að leggja kapal allan tíman Sáðu hvað hann gerði í annar lóðinu þegar hann var með Romeus á bakinu og hann hækkaði sig bara aldrei séð þetta Já hann bara spyrti sig og hækkaði sig bara hann reyndi ekkert að setja axlirnar í gólfið og snúa sig ekkert af þessu hann hækkaði sig bara endalaust hann hækkaði sig bara þangað komið það hátt að hann gæti snúið sér ég var bara akkur gerir maður þetta ekki hann bara geðveikt sko hann bara girti sig úr honum en það var líka bara ég man ekki nákvæmlega hvernig Romeus hélt utan hann hann hefur væntanlega ekki verið með sætisbelti nei hann var ekki með sætisbelti en hann var með báða krókaninni og hann var svona held ég en ef þú ert með yfiröxluna þá getur ekki farið upp nema að draga alltaf með þér já saman með eins og þeir eru að standa upp hann hefur ekki verið með sætisbelti nei hann hefur náðu að losa hendina fyrst eða þá hann hefur bara tekt sig úr því þú veist þú getur náttúrulega bara tekið í hendina ég farið bara 2-on-1 eða 2-on og bara dreigja hann niður ég er að fara að gera þetta næstu æfingu klímaæfingu sko það var svona eins og hann var að klæða sig úr ég var líka bara hvað er þetta að gera og síðan var ég bara svona 3 sekundir bara it's brilliant ég hugsaði þetta þegar ég var svona nýbyrjur að glíma sko að grafla og þú veist lendi eitthvað tók bækið mitt og ég bara get ég ekki bara hækka mig upp endalaust og svo bara nei hann heldur í mig þannig skilur en það er með málið sem ég fíla við þennan Bolanos er bara hann er ógeðslega svalur í öllum stöðum crafty hann er ógeðslega crafty og bara einhvern veginn hann var alveg með þennan Romeus þetta bara hann sko Romeus nefnilega ég heyrði á þeim ég þekki hvoruðan þess að gauður eitthvað viti þannig að þú veist ég var svolítið að lýsendinu voru að tala á þeir og ég var bara ok þannig að þessi Romeus á að vera rosa góður heyrðist mér á þeim einhvern veginn og svo sneruðu þau bara því í dæmi í lok fyrstu lótu þá voru þeir svona að byrja að tala hinn upp sko en ég bjóst við því að þessi Romeus myndi bara þú veist þegar þið fóru í gólfið og held ég að myndi bara geta hann sko það voru allir svo spennt fyrir hann hann er svona svaka massaður og þú veist var flottur hann í Contender Series og svona en Gaston Bolanos þó hann sé nýr í UFC þá hann alveg með 9 barda í Bellator og þú veist er alveg reynsla það er sterkt það er mjög sterkt fannst ykkur þetta ekki samt bara nokkuð svona það var skemmtileg bara sko þessi Bolanos er svona mér hlakar til að sjá hann aftur ég verð svona ég mynd túna inn
út af svona getu, ekki að hann er svo góður eitthvað í kjaftunum eða eitthvað. Það bara, þetta gæði sem ég fíla að horfa á. Já, bara geggjaði þjálfari. Því ég hugsaði líka með mér þegar ég var að horfa á hann. Þetta er svona gæði sem að, þú veist, hann fer ekkert á toppinu eða eitthvað. Því ég held hann sé bara ekki þannig fighter. Ekki nóg obsessive, ekki nóg klikkaður. Já, ekki nóg klikkaður, sko. Ekki nóg mikill svona fighter í sér. En þokkalega góður, sko. Bara svona, þú veist, veit hvað hann á að gera. Skólaður og einmitt, ógeðslega crafty, þú veist. Bara þetta að elevata sig út úr backtake, ég man ekki eftir að segja þetta, sko. Nei. Ekki svona velgjast. En það var fyrsti og held ég einu hundurinn sem að sigraði sinn bardaga á kvöldinu. Það hefur verið erfitt. Þetta hefur verið erfitt kvöld fyrir þig að horfa á. Þú ert mikill underdog maður, sko. Já, ég elskar hundana, sko. Ekki að mikið að byggja hundar. Nei, við vorum það báðið bara, já, þannig að Scroogen gæn. Hvað hétt hann maður? Scroogen. Zack Scrogin. Já, við höfum alveg tröll að trúa okkur manni. Já, ég hafði hann í parleginu minni og það var eini barndað sem klikkaði og svo var ég bara eftir þetta bara, hvað var ég að hugsa? Ég sá bara Zack Scrogin by decision 11 í stuðu og ég var bara, já, þetta minn maður. Já. Hann fólta, hann var búinn að gefast upp fyrir sjálfum sér áður en hann mætti inn í þetta búr. Hann var bara ekki til í að vera laminn og maður sá líka bara að hann hefur aldrei verið laminn svona fast eins og Zaleski. Hann var bara ekki tilbúin í það, hann var ekki vandan að vaxin. Þetta var bara eina veðmáli sem ég tappaði þessa helgi. Helgi bætti. Mjög skemmtilegt. Luana Pinheiro mætti Gillian Robertson. Þetta var skemmtileg barndagi. Á því leiti að sko, ok, Luana Pinheiro og Mateus Nicolau eitthvað alveg í ruglunu. Sko þetta er kærustu parið sem ætlaði að vera eitthvað svona við verðum UFC champion kærustu parið. Það búið að droppa Nicolau og hún búin að tappa hvað, 3 röð? 3, já. Þetta var erfið, þetta var ekki gott tap hérna núna. Þetta var ekki gott tap. Og svo nú tap mútið góðum dömum, sko, Amanda Ribas, Angela Hill og Gillian Robertson. Þetta er alltaf erfiði bardagar, sko. En samt, þetta eru 3 töp í röð, þetta lítur ekki vel út. Já, sko, Luana Pinheiro samt, sko, mér líður eins og hún sé samt betri en þetta. Hún sjáanlega mjög pyrruð. Hún var samt verið að glíma hann í drasl og hún á að vera eitthvað júdókjala. Já, þú veist. Gillian var bara ragdoll hann, sko. Liggu við, ok. En þú veist, hún var að taka hann niður og halda henni niður og Gillian Robertson tók held í 2 svona trips, svona hálfgerð köst eitthvað. Já. En það, hún gerir mjög vel í því, sko, að keirir höfu búrið og felast því svolítið svona fyrir aftan fótunina, fremur fótunina á. Og verið eitthvað svona að reyna að snúin í kringum hann, sko. Já. Þannig að hún gerur óslega vel í því og þá, ég held svona, as far as my MMA math goes, er bara vitneskja að þú getur svona aðeins nullað út júdóðinnar með að standa bara alls ekki framanna og verið einhvern veginn svona aftan við rassinn, sko. Já, var svona bak við aðra öxlina og var svolítið að mynda að stíga fram fyrir aðra löppin og tóna niður, sko. Já. Og bara hangi inn þannig, sko. Já, en bara mér finnst júdó svo geðveik íþrótt, þú veist, alltaf að setja eitthvað, þetta er svona júdókur, þá er ég bara ok, þú vilt ekki vera í höndunum á júdókur. Mér finnst júdó svo ógeðislega íþrótt. Sammála. Ég sko, fuck that shit. Ég bara meiki ekki tilhug svona að einhver útjamata mig. Einhver útjamati mig. Að bara kasti. Og kasti mér svona yfir mjög minna og ég bara svona slengist niður í dýnuna og eitthvað, ég bara, oi. Já, þú vilt það ekki? Ég vil það ekki. Ok. Hvað, það er eitthvað Nei, ég bara ambusja mig og taka mig Nei, alls ekki, ég sé náttúrulega, þú veist júdó, ég sé þróaðu júdó, sko En mér finnst það með smá skrítið, þú veist, ok, hún er þessi júdó, hún er svart belti í júdó og jiu-jitsu og samt einhvern veginn ónuð að einhverju 25 ára stelpur á Kanada í glímu. Einhverju? Já, það er svona, ok, ég veit að Gillian Robertson er líka með black belt, en svona, þú veist, ég veit ekki, ég bara svona, já, ég átti ekki vona að hún yrði svona mikið betri. Nei, og líka bara, það er ekki eins og Gillian Robertson sé mest í íþróttamæður í sögun, hún er ekkert sterkust eða fljótust, hún er með rosa flotta tækni, skilurðu, þannig að maður, ég veit ekki, ég hafði meiri væntingar til bræðis heldur en þetta, ég var að vonast til að hún myndi kannski, þú veist, ég var að vonast til að hún yrði kannski mitt svo sem var að kasta og halda í gólfinu. Já, það hefði ekki þróast þannig, sko, en mér líður svona eins og nálgunin hennar Robertson hefði svona komið vekk fyrir það, sko. Gillian Robertson færði sig yfir í The Goat Shed eða eitthvað í Kanada til að æfa. Hún var alltaf að æfa með Dean Thomas.
hann all Jits þjálfarinn ekki það, fyrsta lótan af Gillian Robertson sannlega besta lóta sem ég séð hann að berjast sko. Hún lúkkaði ógeðslega vel í fyrstu lótunni þannig að hún kom mér aðeins óvart líka hún lúkkaði vel í fyrstu lótunni síðan alltaf eftir hún var þreyttari þá fór þetta að vera svolítið erfiðara Pinheiro alltaf vinnur aðra lótu samfandi, en það er miklu leiti til af því að Robertson er bara þreytt tekur aðra lótun í pásu og siglinu svo bara beint í gólfið í þriðju og heldur henni bara þar maður heyrði líka í hotnin hennar þegar hún komið niður you just hold her there the whole round og ég var bara gott, þetta verður gaman og bara greið Pinheiro og bara, veist, hún lendi í crucifix og alls konar viðbjóði var einu sinni krúfis og eiginlega komið sér hann aftur hérna í alveg í lokin sko. Það var góð svona leysa úr þessu en bara gat ekki staðið og hann var sjáanlega mjög pyrruð á þessu mér finnst bara skrítið hún hafi ekki haft neinn svör svartbeltingur í judo, skilur svartbeltingur í judo og jits þú átt ekki að láta dominita í gólfinu eða þú ert með þessi tvö belti Nei, það er mjög satt hefði maður haldið allavega gaman að þessu, en Gillian Robertson er svona hún er svona dama sem mér veist mjög gaman að sjá á karti og maður svona, ok, hvað er hún 25 ára? Ég hef aldrei hún sé fertug bara í 5 ára Nei, sorry, hún er 29 ára fyrir ekki ok ég var líka bara 25 ára Nei, ég er ruglinu Erin Blanchfield bara 2 dömur góður í gólfinu Erin Blanchfield 25, en hún er 29 Ég sé hvað þið er maður þú ert Já, en ok 29, það meikar aðeins mér að segja já ég held hún var aðeins eldri hún lúkkar aðeins eldri hún er líka búin að vera í svo lengi sko. Já, ég held að it's a tough game fyrir andliti sko. Hún kom með 18 bardaði sem 2017 Já, og er bara að líta betur og betur út hún geta alveg fengið eitthvað titilskot fljótlega held ég Já, getur verið Það er ekki eins og kvennadeildirnar séu uppfullar akkurat núna Nei, af alls konar talenti og þó var síðan vissulega betri en það var fyrir svona 1,5 ári Já, hún er í stráviktinni það sem að hún kínverska Whalesang er og já, þú veist, það er svo sem þú veist, margar dömundar á toppnum er ekkert eitthvað sérstaklega hættulega sko, margar, ég veit að þú er spenntið fyrir Jandiroba Já, ég er mjög spenntur henni ég held reyndar að það væri svolítið kryptonite hennar Gillian Robertson þegar þú veist Gillian Robertson er ekki að fara að vera að glíma eitthvað við hana sko. Nei, mitt. En það eru skemmtilegir, það var hægt að gera einhver skemmtilega bardaga. Ég var til þessi Gillian Robertson kannski móti Jasmine Lucindo. Ég er mjög hrifinn af henni sko. Ég held það geti líka verið skemmtilegur bardaga. Henda svona hund í hana og sé hvað það gengur með það. Ég myndi alveg horfa á það sko. 100%. Það getur verið skemmtilegt. En hvað við gerum við Pinheiro? Ef við droppin eða? Nei, ef ekki að gefa neitt bardaga viðbót. Hún er ennþá top 15. Gefa mér neitt bardaga viðbót. En ef hún tapar öðrum bardaga, þá út með hana. Ég held að Dana White þurfi bara að fara að skoða rosterinn sinn þarna og bara, kannski þurfi að fara að taka inn 10 nýja gellur og henda 10 út. Bara, þú veist, aðeins að fá nýtt blóð í þetta. Já. Það kannski óþarf að henda þeim sem er í top 15 út. Já, spurning kannski bara hvað þú finnur auka. 10 gellur? Já, áferði Brasilíu. Við erum með Dami Skemmtilegt nóg Það er Pinheiro frá Brasilíu Já, eins og margar Það eru óbúðslega margar bardagakonur frá Brasilíu Er ekki til einhver önnur Silva? Jú, það er allavega ein Silva núna sem breyttu nafni, þú veist, hún fétt Lupeto Lipski Já, það er Natalie Silva, Karine Silva, Ariande Silva Silva Er ekki flest Er ekki Brasilía algengasta þjóðurni í kvennadeildunum? Ég held að það sé algengar en bandarískar. Jável. Svipað kannski. Ég myndi bara skoða það. Þetta er eitthvað sem við ættum að skoða. Það er alveg athyglisvert ef að brasilísku gælurnar eru jafn margar og amerísku þannig. Þú ferð og skoðar þetta og segir mér hvernig Ég byrjaði að telja. Ég bara er ekki meira með. Ég er að telja. Það er gott. Ég var að tala title contenderinn að spikka eða? Já. Mansour Abdul Malik. Abdul Malik. Djöðlega spenntið fyrir þessum gæja. Hann er svolítið viltur, hann sveiflar svolítið vítt og svona, en ég minna krafturinn er óneitanlegur. Þetta er svakalegur kraftur. Þessi gæji er, nú vil ég fá að heyra kjötgreiningu. Ég minna kraftur í honum, en ég er ekki sammála að hann sé á leiðinni titilbaráttu á næstunni. Á næstu árum. Gæti vel verið.
Ekki á næstu 2 ára. Hann þarf að fixa einhverju hluti, hann ungur, hann 27 ára, margt eftir ólært. Ég var til í að segja, ef hann fer ekki ennum Pfeiffer þægilega, ok. En ég held að Pfeiffer snýti þess einhver, sko. Já, kannski. Ég held að Pfeiffer sé future champ, sko, ég er búinn að segja það lengi. Já, ég held það líka, að þú veist, ég held það möguleiki á Pfeiffer, minnst það sé ólíklegur. Ég veit ekki ekkur, ég fekk eitthvað vibe. Hann er bara smá viltur, hann sveiflar svolítið vítt og hann þarf bara svolítið að tætinu sinni shit upp og Hann minnir mig á Despain. Hann minnir mig á Francis Ngannou. Það er maðurinn sem hann minnir á. En Francis Ngannou var alltaf svolítið tætt og sko... Nei. Jú. Nei. Hefur síðan það var alltaf stýpi. Já, nei, ok. Síðan hitt hann högg, skilurðu? Og þá fór hann í þennan. En hann var tætt, þú veist, alveg þangað til hann hitti. Yfirleitt. Og síðan rössa hann. Já. Mér finnst hann freka minna mig á Despain. Þú veist, það sem að, þú veist, hann veit bara ef ég hitt hann með víðum krók, þá róta ég hann. Þannig að hann bara hendir í þá þangað til að, þú veist, einn hittir. Ég laka allan til að sjá þegar að Abdul Malik fær sterkari anstæðinga. Þegar mun fá núna bara sterkari anstæðinga. Hversu langt hann nær. Ég held, ég meina, veist, eftir 5 ár, þú veist, þá er hann að detta í præmið sitt og... Hvað er hann 25 ára? 27 ára. Þannig að, þú veist, og fyrsti... Ok, hann nú eftir. Já, þú veist, hann er bara, þú veist, hann er nýri... Úr hvað íþrótt er hann að koma? Úr hvað íþrótt? Ég er ekki bara MMA, þú veist, ég ætla að segja engin svona specialisti. Nei, ok. En þú veist, hann er klálega striker, maður séu það. Hann lúkkaði bara svolítið eins og hann væri svona einhver íþróttagaur sem hefði krossað yfir í MMA. NFL. Já, eitthvað svona Reyes-gaur, skilur, Dominic Reyes. Já, ég er búin að vera nokkur. Já, það eru, ég meina, þeir eru búin að vera íþróttum alltaf hérna hefði. Já. Gott að koma í þetta, sko. En þessi gæi er náttúruafl og þú veist, hann er hérna svona diamond in the rough og það bara að slípa hann aðeins til og þá verður hann stórhættulegur. It's gonna be a problem. Já, það getur verið að segja. Við fengum alltaf svari við því, sko, hvort vinnur Hammer fist eða leglock attempts. Já, Hammer fist. En þetta var ekkert rosalega skynsamlegar leglock attempt. Þú veist, eftir hann hitti 2-3 þá var ég bara abandon mission. Farðu, hættu þessu núna, hvað er það að gera? Sleft honum bara. Já, en hann var bara ekki hérna engolum þetta í heel hook. Ég bara, geði honum bara betra færi að vægi þetta upp, skilur. Ekkert mál. Grey Dusko lendi bara 3 höggum í bardaganum og mótið 31 held ég frá okkar manni. Ég meina Pfeiffer tapaði síðasta bardaga. Þannig að það myndi alveg mega sens fyrir mig að henda þeim 2 saman. Bara hvor slökkurinn er... Dana White vill ekki alveg, þú veist, hann vill fá byggja Malik aðeins upp held ég. Þú veist, ekki hendunum ég erfiðast að gaur í dildinni, að þú veist. Pfeiffer, ég held að Pfeiffer sé ekki einu svona í top 15, sko. Pfeiffer er alveg dættinn í top 15. Hann væri þar ef hann hefði unnið Jack Hermansson síðast sem hann var óopinn að fara ekki í gegnum, sko. En Pfeiffer er future champ, sko. Pfeiffer er besti maðurinn í þessari dild. Mark my words. Ok, og ég ætla að skrifa þetta niður hjá mig núna. Þú hefði sagt að Pfeiffer væri future champ. Svo, hvað? Ég er búinn að segja það frá saman fyrst. Ok, ég er reyndar að segja, sko Pfeiffer getur vera, en ég er alveg tilbúin til að veðja töluverðum upp á hann að Malik verður ekki meistar á næstu 2 árum. Nei, ég held að verði ekki meistar á næstu 2 árum. Ég held að eftir svona 5 ár þá verður hann að detta í præmið sitt og þá verður hann að berjast á toppnum. Já, kannski. Það er möguleiki. En ég vil bara sjá slöggara hittast núna. Mér langar að sjá Pfeiffer á hann. Já, það væri alveg fært, sko. Bara hvor slöggurinn á að fá að þú veist, fara í eitthvað title run núna. Ég segi samt að við býðum aðeins með að henda Mansour í einhvern drengt, gefa honum, leiða honum að taka 1-2 sem er ekki á top 15. Áður með hendum honum í djúbu. Nei, Pfeiffer hefði verið rengt ef hann hefði unnið Jack Hermansson, en hann tapaði því. Hann finnst með þessu upplætt, sko. Hann var svona við það verið rengt, náði því ekki. Já, við viljum ekki taka nullið af Malik, sko. Akkur ekki. Ég er reynslutapsmegin eins og nonni, sko. Ég vil sjá alla þess að gaur að fá tapir sitt snemma. Dana White veit að það selur að gæðin sé undefeated. Dana White vill leiða honum að halda nullunum sínu þangur til að fara að berjast einmitt við þessa top 15 gaura, sko. Já. Skal loka því. Þannig að hann fær einhvern svona þægilegan. Það er alveg potið, sko. Kanski næstu 2 bardaga, svo getur hann að fara að mæta einhverjum gæðum. Hendunum í Michel Pereira, hvernig væri það? Hendunum í, er svona eins og setur hann að grandunum. Já, nei, bara láta hann mæta Pereira. Michel Pereira þá. Já. Ég held að geta skemmtilegt. Já, Pereira myndi náttúrulega bara gasa. Það getur verið. Það var nú sko, það var nú aðeins fara að sjást á tanknum hans. Malik? Já.
hann kýlir rosalega fast og setur kraft í það og það keimur að því sko, hann var fann að anda svolítið. Það voru líka allar hreyfingar svolítið stórar, ekki bara höggina hann sko. Já, ef þú ætlar að setja svona mikið allar sveifluna inn, það verður erfitt í þriðju lótu. En ég held að hann hafi bara verið nokkuð vissum að eftir að Duško var bara að reyna að veiða hann í einhvern lappalás, að hann væri bara að fara að róta hann í þessari fyrstu lóti og hann bara lagði svolítið allt í þetta. Ég held til dæmis, þú veist, Usman væri bara kryptonit fyrir svona gaur. Usman veitur, ok, fyrir double-leg, heldur upp í búrið í fyrstu lótinu, klára orkuna hérna og horfði í sig. Já, hann klálega ekki tilbúin fyrir mannin eins og Kamaru Usman. Nei, sammála því. Tókulega. En það mitt, ég held að vera svo gott fyrir þennan gaur að fá reynslutapi snemma svo hann átti sig á því ok, ég get ekki treyst á náttúruaflið í höndunum á mér alltaf bara ég þarf að, þú veist, læra að glíma ég þarf kardió, ég þarf að læra eitthvað gameplan og eitthvað þú veist. Ef hann gerir þetta við 4 gaur í röðu núna og tekur meiði svo í árið eitthvað og hann verður 30 þegar hann að fara í eitthvað title run undefeated, þá hann fucked held ég sko. Já, ég held rétt sér. Herru, ég ætla að leyfa ykkur að kveðja þetta UFC-kart. Það var gott kart. Já. Það var með því svona skemmtilegri Apex-kartum. Sem hafa komið bara á... Já, ég held að. Svona, þú veist, það var alveg nöfnum sem hafa svona, ok. Remember Berries voru alveg kíkja sterkt inn og... Reyndi búið að vera góð fight night í haust. Já. Búið að vera alveg 2 eða 3 fight night svona sem ég fannst alveg virkilega skemmtilega. Já, ég sammála. Ég fara aðeins yfir fréttir vikunar með M-Fitness og boxbúðinni. Yes sir. Eða ekki? Og MMA-fréttum hendilega. Og allt saman í boði mmafrétta.is mmafrétti.is, það er rétt. Herru, sko, það sem við kannski er svona stæðst í þessu er að Kolli tilkynnti bardansinn í gær. Já. Þannig að Kolbeinn Kristjánsson er búinn að tilkynna bardansinn. Hann mæti pólverjunum Pétur Sivek í Austurríki 7. desember. Ég sem ekki það. Það verður nóg að gera í okkur í mínigarnum að flippa milli útsendinga. Já, þannig að það verður sko 2-falt partí í mínigarnum. Reykjavík MMA á Kate Steel plus Kolli að boxa. Þetta er 7. des. 7. desember. Þetta hljómar svo tæknir þess að hafa 2 skjá í gangi. Þetta segja að ég þurfa að vera á klaganum og að sjá Við leysum þetta byggi. Já. Herri, Pétur er 7-1 sem pro-boxer. Hann er 41 árs og býr í Þýskalandi samkvæmt boxrec. En hann tapaði fyrsta bardaganum sínum en er annars á 7 bardagasigurgöngu. 7 röð. Hvenær var síðasti bardaginn hans? Síðasti bardaginn hans er hérna í mars. Á þessu ári? Já. Ok, nice. Hann er bara að hvíla sig vel og svona. Já. En hann er 4-0 í bare knuckle boxing. Nei, 0-4 ætla ég að segja. Já, ok. En býttu, er þetta bare knuckle boxer? Já, það er eitthvað aðeins. Þetta er eitthvað tough son of a bitch. Já, það er eitthvað hundur, sko. Já, þetta er eitthvað algjör. Mér líst ekkert á hann að gæða, sko. Þú veist. Kolli sem það var rústan. Kolli er frá rústan, sko. Kolli getur líka jabbað yfir. Ég veit að hann var að jabba í spað. Hann var að jabba í smæði, hann hefur aldrei verið jabbað í dýtla, sko. Nei, hann var að jabba í spað, sko. Einmitt. Hann virkar eins og smá svona bollu heavyweight. Já, hann er lítið lágvaxinn bollu heavyweight. En Kolli er núna í Þýskalandi að sparra með fullt og góðum guðnum, sko. Hann þess að það var fenginn inn í kamp hjá boxara sem ég bara mann ekki nákvæmlega hvað heitir. En er það að hjálpa honum að vera 2 vikur úti. En þú veist, að hjálpa ykkur með öðrum í kampi er svolítið eins og verið í þínu kampi, skil. Þú ert að boxa við world class heavyweights sem að hafa sjálfur verið að, þú veist, berist við Usyk og alla þess að gauðra, sko. Þannig að, þú veist, hann er á góðum staðan, Kolli. Þetta er gott undirbúinstímabil. Ekki er hann með þarna Helenius. Ekki er hann með þarna Helenius. Þeir eru vinir, Kolli og Helenius. Hann er ekki með honum núna, sant? Nei, ég held ekki. Ég held að Helenius sé ekkert það mikið að boxa, sko. Nei, ok. Hann er ekkert rosa aktífur, eins og Gaman að því. Svo er náttúrulega hérna, Ritter kallar út Khamzat. Svo er John Jones vs. Pereira upp á Bad Motherfucker-beltið. Herru, já, Jones er eitthvað að tala um það. Hann var í einhverju viðtali og hann var að tala um að hann var alveg tilbúin að þú veist, vacata heavyweight-titilin eftir Stipe. Þú veist, hann er náttúrulega bara hræddur við Aspinall og er að reyna bara að gera allt til þess að hann þurfi ekki að berjast við hann, sko. Já. Núna, sko, ok. Núna er Stipe
Ég held að Stipe sem flestar titilvörnir í sögu þungaðuttarinnar 3 Ætla Jones ekki að slá það? Langar hann ekki til þess að vera með flestar titilvörnir í létt þungaðuttinu og þungaðuttinu? Finnist það bara of seint í rassinn gripið held ég sko, að fara að byrja því núna. Þetta fyrsta, hann var bara 2 eftir. Gæti fengið, þú veist, ef hann tekur Aspinall þá gæti hann díla við Dana White, þú veist eitthvað, ef við tekur Aspinall fæ ég eitthvað þægilega eftir því. Já, ég held að hann bara langi ekki að mæta Aspinall, hann er að segja að Aspinall hafi ekki sanna nóg og hann á ekki skilið bara við hann og okkur ætti hann að vera að gefa Aspinall eitthvað handout eitthvað sem er náttúrulega bara kjaftaði, Aspinall, þetta er mest að dökk í heiminum, Aspinall er náttúrulega interim champion, búin að verja interim beltið sem er bara fáránlegt í sjálfu sér, þú veist, og ef að John Jones ætlar að vera einhver heavyweight champion og þá er hann að berjast á Aspinall eða þá bara vacata beltið og kveðja þetta eftir hennar bardaga sem hann lítur út fyrir að hann vilja gera og taka einhvern big money fight fyrir BMF beltið á móti Alex Pereira og hann talaði svona, þú veist, við erum báðir double champions og getum þá, þú veist, make history með því að vinna 3. beltið fá BMF beltið þannig að, þú veist, það er svolítið cheap. Mér finnst þetta svolítið lélegt á honum, þú veist, það er bara, þú veist, það vilja allir sjá hann og Aspinall bara það langar engum að sjá hann keppa á móti Pereira núna út af því að, þú veist, mér finnst bara svo, mér finnst Aspinall svo illa svikinn ef hann fær bara sneiða fram í honum og bara heyrðu þessi strækir hann þessi sem við höfum eiginlega aldrei sér wrestla, ég ætla að fá hann næst skilurðu? Sammála. Gaurinn úr middleweight. Já. Bara fá hann í heavyweight. Ekki það, hann var náttúrulega aldrei middleweight. En þú veist, hann var middleweight, þú veist. Já, með ekkert vatn í heilanum var hann middleweight. En já, sammála, þú veist, þetta er leiðilegt. Mér finnst hann bara að vera pínu bitch. Það er svona. Já, ég myndi ekki ganga svo langt að kalla John Jones bitch, en samt svo leiðilegt að hann er ekki lengur til í erfiðasta verkefnið. Þú veist, núna vill hann bara svolítið fá að gera eitthvað sem á honum finnst hann ekki verið að setja sig í það mikla hættu af sem að er ekki champion attitude. Nei, hann er bara að verja legacy sitt núna, 37 ára. Já, en hann er samt, he's in his prime, svona heavyweight prime. Hann er bara með mileage maður, hann er, þú veist, hann er samt búin að vera í pásu meira eða minni í 6 ár sko. Þú veist, má ég ætla að koma með hérna smá trivia, hversu oft hefur Jones varið léttþungaviktar titil sinn? 8 sinnum, 9 sinnum. Hvað er það? Nú er ég bara ekki viss. 10 sinnum? 11 sinnum. Hann er með mileage, hann er búin að fara í gegnum fokkin marga championship fights og þú veist, eitthvað svona talaðum eitthvað svona 37 heavyweight prime, þú veist, hann er alltaf bara búið með heilan feril, þú veist, hann er þannig séð búinn og sattur og dómineraði samt þessa flesta í þessum 12 börnum var hann bara dóminera, hann var ekkert að taka mikið damage, það voru bara 2-3 bardaðir sem hann tók eitthvað damage. Hann var mjög heppinn að komast í gegnum fyrri og fyrri Gustafsson bardaðan, hann var mjög heppinn að komast í gegnum hann sko. En fyrir utan þessa 2, hvað er hann að taka eitthvað alvarlegt damage? Maður svo sem ekki. Það er ekki Reyes kannski. Já, ég er að segja, fyrir utan Reyes og fyrir bardaðan á móti Gustafsson, þá man ég bara ekki eftir bardaða þar sem hann tók eitthvað alvarlegt damage. Pínu kannski með Thiago Santos. Jú, reynda smá þar. Santos óöppinn í þeim bardaða að hafa slitið crossband á báðum hjám. Já, var það ekki út af því hann út á oblík spörkunum hans Jones? Nei, ég man ekki af hverju. Hann hafi bara sparkað og annaðið var heldur bara freak og hitt var. Ég man það ekki svo mikið alveg, mjög langt síðan. En þannig að þú veist, ekki við ræðum betur þegar við ræðum John Jones bardaðan. Ég er bara pínuður sár út í hann. Ég hef alltaf haldið svo mikið upp á John Jones og hann er einhvern veginn ekki með þetta legend champ Michael Jordan attitude sem ég vill hann sé með. Já, mjög sár út í hann. Já, pínu. Ég ætla að senda John Jones skilabóð. Ég meina, hann tekur hann ekki gera það, hann tekur hann að gera það eftir bardaðan. Hann tekur það læri sér, hann skiptir að máli hvað mér finnst, skilur, ég skil hann. Mr. Jones, Heiðar is very sore. Heiðar Ingi is very sore for you, for not fighting Aspinall, þá var hann í mínus, gerum það ekki. Já, herri, það var svona eitt og annað í fréttum þetta kannski, það svona stóð helst upp úr. Það er eitt annað sem stóð upp úr í fréttum. Það er það að UFC voru að tilkynna Fight Night í London í mars sem verður á prime time, ekki miðanótt eins og þegar Edwards mætti sem var líka bara kjaftaði sem var bull maður bara. Ég held að Dana White hafi samt alveg lært af því. Þú veist, hann var náttúrulega bregða hólaðir eftir og bara eitthvað, bardaðamenni sökkuðu
og það var ekki út á tímanum sko, það var út af ykkur öðru sem þetta sökkaði en svo náttúrulega hann að bóka núna í Englandi og bara já ok, þetta bara það var líka bara glata plan sko. Herru, hérna ég ætla að segja skiluð ferðarbakkan, nú getum við svona bara einbytt okkur að komandi helgi en það chili salsa spurningi vikunar það sko, takk fyrir það reverse Uno spil sem að þú spilar á okkur Biggi minn maður ég þarf að færa ég ætla mig ég gruna heiða alltaf að kíkja á tölvunum mína sko, reyna að sjá svör en ég ætla ekki að kíkja á tölvunum þegar ef ég kíkja á hana og greina ekki svörin og þú grípur mig og ég samt svara ekki rétt ég held að heiða sig lengur með sjónuna í það sjá svo langt yfir borðið ég er þetta með alveg 2020 sjón nei, það er ekki rétt það var kannski fyrirferðstuð sko, nei, en þá ég var að horfa á sjónvarpið í gær, textin og allt kýrskýr varst að horfa á RÚV já og hvað skjáauglýsingar maður chili salsa spurning vikunar Jon Jones snýr aftur í búrið á laugardaginn kemur hann er 27-1 sem MMA barðamaður en þetta eina tap er frekar iconic, umdeilt, skemmtilegt og gráðlegt Dana White hefur lagt sig alla fram við að fá tapið ógilt en enn sem stendur hefur Dana White ekki tekist að breyta churros í kleinurhring wow ég var svona 35 sekúndar delay að fatta þetta var í brandari sko Alltaf leið, þetta var bara finnasti brandar minn í dag og ég eitt honum í ykkur Herru, spurningin er hvað heitir maðurinn sem Jon Jones tapaði fyrir Mark Hamill og hvernig? Með 12-6 Too slow in your 40s okay, ég myndi reyndar ekki nafnið á honum Þetta er tvöfald spurning sko okay. Og hvað heitir myndin sem var gerð eftir þessum ágæta bardamanni og kom út árið 2010 ári eftir að hann sigraði Jon Jones var gerð bíómynd þennan mann leikinn bíómynd bara hvernig það að vinna Jon Jones based on a true story þennan mann 12-6 hvað er það, Matt Hamill Mark Hamill Matt Hamill Svarar er villist á hann nei, ég hef satt rétt á hann sko. Nei, það er Matt Hamill nei, það er ekki Mark Hamill skiptir ekki máli ég myndi ekki nafnið þannig að þú varst alltaf nærði heldur en ég Mark Hamill það sem ég sagði fyrst Matt Hamill og hvað heitir myndin? Clockwork Orange nei það hefði verið geðveikt ef Clockwork Orange væri með Matt Hamill og Sigur Hans og Jon Jones er glímuferðin hans já held ég er ekki búin að horfa á þessu mynd en hún fær 7 í einhvern ég segi bara, ég ætla the grind the tussle double leg takedown hún heitir The Hammer af því að hann heitir henni Matt the Hammer Hamill hann hefur stólið nafninu á honum hérna hvað heitir hann aftur The Hammer Coleman, Mark Hammer Coleman MC Hammer heldur þetta að mörg af þessu neiknum síðu bara fyrir endurnýtt einhverju lúpu sko. hver allar var nýja Hammer á þennan þú kann sennilega bara danna okkur að það ég nú að stela neiknumur sjálfur sko. hvað var það? The Hammer? The Dog Walker? Nei ég ætlaði að stela með datt í hug neiknum einn daginn og ég bara þetta er geðveikt og sen horfði ég öfus í helgin eftir og það bara ok, þaðan fekk ég þetta neiknum það er Kill a Gorilla ég elska að þú haldið að þér datta í hug ég var bara ekki að Kill a Gorilla ég var bara ekki að það er geðveikt að þú var í original I am the Killer Gorilla ég hugsaði það, ég er það náttúrulega og líka þú veist mjög viðeigandi ég náttúrulega með góruleg yfir allt bækið ég hefði kallað þig the Vanilla Gorilla kannski já, það getur verið það betra ok tekið ekki þetta var fyndið með þér já Vanilla Gorilla ég elska Heiðar að við setja heima og segja bara svona ég veit ég satt ekki einu heimi, ég láði upp í rúmi ég var að fara að sofa sko, og bara vaknaður og skrifa og svo var ég bara Kill a Gorilla og killi eitthvað
Ég var bara, ekki Dustin mín. Já. Sick. Kill a Gorilla. Heiðar Kill a Gorilla Gunnarsson. Það grjótart. Það sko, þú getur eiginlega sagt Kill a Gorilla inn í hvaða nafn sem Já, hann Kill a Gorilla Gunnarsson. Það soundar. Það góð flæði í þessu. Góður hreinjandi. Já, góður svona KKG. Líka Vanilla Gorilla. Já, líka Vanilla. Já, það rétt. Mér finnst þú ættir að taka hérna Old Ass Vanilla Gorilla. Gæti gert það. Það var mjög niðurlandi að ég er búinn að vinna ykkur. Old Ass Vanilla Gorilla vinna ykkur báða. That shit's never gonna happen. Vinna ykkur báða? Já, ég er aldrei að fá að keppa ykkur, þannig ég er aldrei að fara að vinna ykkur. Já, þú lappað þú bara bæinn og segist það lamið mann og annan. Ég er búinn að vinna þennan. Ég sagði þegar. Já, ok, mér varst það. Ég var að tala eins og það myndi gerast í framtíðinni. Já, ok, mér varst það að segja eins og það var í búin að því. Nei. Ég skilji. Herri, þetta var skemmtileg trivia-spurning. Mæli með að allir horfi á myndina The Hammer eftir Matt Hamill. Byggt á frábæri sögu Matt Hamill. Myndin frá 2010 og þú ert búinn að horfa á hana og mátt endilega hringi mig og segja mig hvernig hún var. Ég ætla á hana, ég skal segja hvernig hún var. Já, setjum bara skilabóð. Herri, ég var enn okkur beint í Mike Tyson. Iron Mike Tyson. Ég trú ekki þessi Mike Tyson þáttur, strákar. Aldrei held ég að ef við byrjuðum þetta podcast að við myndum gera Mike Tyson þátt. Nei. Líka fyndi að, sko, fyrstu bardagarnir sem ég horfði á ævinni, fyrir utan eitthvað wrestling þegar ég var 5 ára, skilurðu, þegar við vorum með einhverjar, var Tyson. Ég vakti eftir Tyson bara þegar ég var 11-12 ára. Var það bara í Kanasjónvarpinu? Var það í Kanasjónvarpinu? Stöð 2. Í Kanasjónvarpinu? Það var sýnt á Stöð 2, eða Sýn var það þá. Það var sýnt á Stöð 2 og Sýn. Ég var að vaka, skilur, Tyson og Bulls. Ég var að vaka til skipt. Ég svaf ekkert mikið á þessum, en það ég bara 1.80, sko. Allir í fjölskyldunum herri, ég vil meina að ég svaf eiginlega ekkert. Frá 10 til 16 ára, þá var þessu upptekinn að horfa á Tyson og Jordan, sko. Áhugavert. Á Sýn. Á Sýn. Sýn. Var það þetta tímabil þar sem maður gæti svona klárað að horfa á boxbarda eða eitthvað svo fór þetta beint yfir í rugglaða klám? Já. Það er svona ljósbláar myndir. Svona kona strauja í nærbuxunum. Munið ekki eftir íslensku ljósbláa myndinni? Já. Byrju hérna. Gildran. Ég man þegar var Nei, var ekki bara mynd sem hétt Rittu mér eða eitthvað? Var það ekki? Jú, örgulega. Það var hétt Gildran. Það var líka mynd sem var ljósblá, sýndi sjónvarpinu sem hétt Gildran, minni mig það var svona gerðist í liftum með þarna, það var gaur sem var svona frægasti stripparinn á Íslandi, gaur sem lék í henni og hverja 2 gælur 2 gælur? Minni það, já en ég sá þetta síðast ég var 13 eða eitthvað Við erum farin að tala um klómyndir en þú veist, þetta var bara þú veist, það var að ljúga mömmu að ég var að fara að sofa læðast fram, kveikja sjónvarpinu vera búin að opna allt snakki þannig að heyrist ekkert skrjáf í neinu, horfa Tyson, smá klám skiptir á Stöð 2, barnaefnið enga skammir The perfect crime It's the perfect crime The perfect life for a 13-year-old Já Shit, herru, svona var það Mike Tyson haldið hann sig að fara að deyja Sko hafið þið verið að horfa á eitthvað footage, æfinga footage? Já, hann lúka vel, sko. Það líta allir vel út að kýla púða að passa, sko. Já, ég veit það. Hann gerir það, sko. Ég smá áhyggjur einmitt út af því hann lúka vel í æfinga footageinu að hérna, þetta verði vombriði. Þegar ég svona aðeins svona, kannski hann eigi síðan, skilur við. Kannski, þú veist, kannski það skipti ekki máli að eftir 10 ár þá hann löglega komin að eftirlaun og má eiginlega ekki vinna lengur venjulega vinnu, skilur. Já, eins gott hann klárar hann bara þessum ári. Já. Þannig að, þú veist, og ég hata Jake Paul. Þannig að það er því ókjörslega vonbrigði ef að Jake Paul rótar hann í annar hluti eitthvað. Ég hef svona lúmst gaman af Jake Paul. Ég er mikill Jake Paul, maður. Við erum allir skalinni ná. I hate him. Ég ætla að segja bara hluti á þessu podcasti til að svona spark controversy. Já. En við Jake Paul já, svona vonað sérna minna kynsluðar. Það hefur verið að Já, vonar stjarnar þegar kynsluðar. Ert þú á sömu kynsluð hann? Hvað er hann gamall? Hann er fæddur 97. Já. Þú fæddur 97? Ég er 89 Hvað eru 10 ár? 10, 12 ár til að frá. En já, þú elskar Jake Paul? Já, ég er mikill Jake Paul maður.
mikill. Ég hef skaman á hann sko. Hann karakter maður og hann að búin að búa til bara eitthvað, þú veist, þetta orðið bara svona sitt eigið genre, bara þessi Jake Paul barðaðar. Já, og hann líka bara, þú veist, gæinn bara snillingur, bara orðin óslega ríkur, byrjaði bara að gera einhver YouTube-vídeó eitthvað og orðin bara einn frægasti maður bara líka í heiminum, sko. Þetta ekki Nickelodeon bræður? Ég er bara eitthvað YouTube-stjörnur. Paul bræðinir. Þeir eru ekki bara YouTube-stjörnur. Þeir gerir Disney-samning í smá tíma. Já. Ég ekki hljóma að sé einhver Jake Paul fangirl hérna, sko. En þeir byrjuðu bara á að gera einhver vídeó, döttu svona Vine og vinslar á Vine, fóru sig yfir í YouTube, gerðu smá Disney-samningarnir inn í milli, en þú veist, þetta bara ekki týpur sem að vinna fyrir eitthvað big ass corporation, bla bla bla, þú veist, ekki þannig duttar fyrir í YouTube-bransan og svo bara, eitthvað sem bara byggjur ofan á það, sko. En svo líður ekki langt, sko, af því að þú veist, svo byrjar hann bara að taka einhver aðmyndubarta við einhverja YouTubera og gera YouTube-efni það og fær svona passion fyrir að boxa og ekkert rosa mikið, hann er alltaf enda bara social media safna, skilur, og kann social media gameið, en ekkert svona, en hann full-time boxari og alltaf að boxa við erfiðar competition og hann hafi kannski byrjað að berja einhverja YouTubera, færið sér svo bara í, þú veist, hann tekur þessu mjög alvarlega, hann mjög góða þjálfara og þú veist. Hann samt ekki að taka spínu skrifa aftur á bak núna? Jú, ég held að Mike Tyson Mike Tyson sé ekki jafn hættulegur og Mike Perry til dæmis. Ég átti vona að sjá hann tapa með Mike Perry, sko. Og hvað leggjum mannin sem hann var að kemja mútið Fury undan því, sko? Já, Tommy Fury. Já, sem alvöru boxari, skilur. Það líka eina tapa hans, eða ekki? Já, tapaði Split. En ég fíla samt, skilur, að teygja sig, þú veist, upp í þessa hæðir samt. Já, hann alltaf, þú veist, hann vill geta sagt hann hafi barast við Mike Tyson, ég skil það. Ég sætti ljótt á hann að níðast á gömlu manni, sko. Sko, hann ekki alltaf níðast á gömlu manni? Jú, þetta gammalt maður og hann að mæta þarna bara í besta formi lífsins og ætlar að róta greið í gamla mannin. Ég finnst bara að það ætti ekki að leyfa þetta, sko. Mike Tyson, hann 60, sko. Hann 60. Já, en sko, ef Mike Tyson étur, ef hann rótar hann, ég að segja það eftir að vera highlight ársins hjá mér. Hann verður bara, oh wow, this is a great fight. Já, kem hann í viðtal eftir og þú veist. Bara geggjað. Hann eitt sem ég finnst geggjað við hennar barða maður búinn að fá núna að sjá switchið hjá Tyson úr því að vera ekki Camp Tyson og vera bara einhver free-loving, hippie-dippie gaur sem bara knús og faðmlega lækna heiminn gaur yfir í pínu svona scary bara monster, sko. Hann var nefnilega orðin bara svona get chilla stoner dude eitthvað og núna bara, þú veist, hann bara búin að flippa sem sveit svo hann bara aftur orðin þessi sketta sem hann var maður sá alveg, ég sá eitthvað svona viðtal við hann og maður sá bara í augunum á hann hann búin að flippa hennar sveit óþægilegur, hann var óþægilegur já, hann alveg bara, ok, þú veist, ég myndi ekki vilja að sitja fyrir fram hann þessi gauð sem sagði, ég borðaði bönnin og akkurat það var líka svona hluti af því hvernig hann var sem barndamaður þú varst svo ógeðslega hræddur með það það vann alltaf með honum það var bara, þú veist það er alveg sögur því, menn bara ældu kvöldið fyrir ég er bara sem Mike Tyson maður sá líka bara, þú veist, stert á hans fyrir allar þessar classic barndagans í gamla daga, þú veist, maður bara horfði á hann og þú veist, hann er bara eins og hundur og ól og svo er hann bara sleppt, þú veist já, náttúrulega höggþyngdin og villimennskan náttúrulega og bara biluð tækni líka, má ekki gleyma því já, menn hann var geggjaður box maður má ekki gleyma, sko, hann var þjálfaður af Köst Diamato, sko sem já, það er legend in the game, sko og þar fær hann þetta, hérna fara til hlýðar, hérna görina já, einmitt ég sko, þekki Diamato sem ekki mikið sem boxara, sko eða sem þjálfara sig og hvernig hann þjálfaði henni fyrir Tyson sko, ég er náttúrulega ekki búinn að kynna mér hann eitthvað gríðarlega en ég aðeins svona skoða hann bara út af því ég sá að hann var að þjálfa Tyson hann var náttúrulega ofboðslega góður boxari og með einhverja titla en þú veist, hann er ekkert í þessum topp 5 umræðum einhvern tímann en hann var með hann ofboðslega hreyfanleika þú veist, hann var rosa lúsinn hjá honum og þú veist, eins og Tyson bara var alltaf hausinn var aldrei á miðlínni, hann var alltaf að færast til og frá og svona, þú veist, svolítið að doftaði sinn stíl bara beint yfir á Tyson og hérna,
þú veist, á meðan að hann var lifandi og var að þjálfa Tyson þá var Tyson bara geggjað svona fókust ungu maður sem var bara, þú veist, ég ætla bara að gera þetta minnst ekkert gaman að djamma, ég er bara að æfa og svo náttúrulega, þú veist, bara þegar að hérna, hvað heitir hann, Don King læsir klónum í hann og losar Cus D'Amato út, þá náttúrulega bara fer allt til helviti, sko. Já, náttúrulega, Cus D'Amato, hann fellur frá. Já, hann fellur frá. Já. Svo Mike Tyson var svo svakalega agaður á þessum tíma, þú veist, hann stundaði ekki kynlíf í mörg ár bara því að hann vildi vera world champ, sko. Svo náttúrulega líka bara það hvaða áhrif það hafði á hann að Cus D'Amato dó. Þetta var hans fyrirmynd nummer 1, þetta var eini maðurinn. Bara maður sem að óla hann upp. Já, þetta er eini maðurinn sem, þú veist, þetta er eini maðurinn sem kom fram með eins og persónu, þú veist, ekki eins og eitthvað wild animal. Mitt. Og í rauninni bara, þú veist, Tyson bara kom út af einhverju juvenile heimili. Já. Þegar hann endar bara fyrir slysni einhvern veginn bara í fanginu á hann. Já, hann alltaf var mikið í svona street fighting þegar hann var bara 11-12 ára og var bara að berja fullorðna menn. Já, bara líka sem myndir á þegar hann var 12 ára. 12-13 ára. Hann var ræna dópsala. Já. Hann bara 85 kíló af kjöti þegar hann var 13 ára. Já, bara hálsin á honum er bara jafn þykkt og læra mér. Ég meina, hann átti bara prime, þú veist, 19 til 21. Það er prime með hans Tyson, skilur. 18 til 21 meira sem það. Svo er það bara búið. Já, þetta fór svolítið hratt niður við. Já, eftir þetta. Já, greinu. En ok, hann er að vera 60, mæta Jake Paul. Er þetta ósiðlegu bara það? Mér finnst það. Já. Ósiðlegt? Já. Gaf mér svona blikk þarna. Já. Mér finnst það. Ég skil. Mér finnst það, þú veist, það nóga fólki fyrir Jake Paul að berjast við. Hann þarf ekki að fara í þetta, sko. En er þetta ekki, að mér finnst að vera pínu svona the spirit of fighting, af hverju myndi ég ekki hleypa einhverju manni sem er bara, þú veist, bara, ok, Mike Tyson hefur lifað lífinu, skilur, hann er bara, þú veist, hann er bara að gera allt, hann er bara, þú veist, eiga umlega barnæsku, eiga geggjuð úlingsár, bara, hann er bara full circle, skilur, af hverju myndi ég vera eitthvað svona, nei Mike Tyson, þú mátt ekki gjörsamlega gefa þig allan í eitthvað kamp með einhverjum gauð sem þú heldur að þú eigi möguleika í fullt af myndavélum, lifa upp úlingsárun aftur, setja þig allan í þetta eiga kamp, mæta þér hringnum setja chipan á borðana, að borða þig sig ég bara hann má þetta Já. Gauðir sem vekar svo hugmynd að fokka sér Já, Jake Paul á að fokka sér hann á ekki að biðja þetta Jake Paul á ekki að biðja hennar barða og mér finnst líka að maður heyri Jake Paul segja bara I'm gonna knock him out þá er maður bara svona, þú veist, oi sko, Tyson þetta bara það getur verið afinn, fattur þig? Tyson á bara verið í þessum Roy Jones Jr. barðum nákvæmlega þú veist, ef hann vill berjast eitthvað taka bara exhibition fight við annan 55 ára já, og verið í 16 únsu hönskum og bara með höfuðlífar og taka svo rúlega já en mér finnst það að vera bara svona in the spirit of fighting að einhver kom bara I challenge you og bara, þú veist, staðar og dagsending gerði þetta besta og Tyson er bara þetta er bara það sem ég kann, þetta er það sem ég fara hvað kemur einhver önnur YouTube-stjárna eftir 10 ár og Mike Tyson er 70 og það er bara, let's do it maður það er bara Netflix boxing show en ef að Jake Paul neglir Tyson eitthvað og það springur æði hausnum á Tyson og hann deyr í hringnum þú veist, hvernig verður talað um þetta eftir barndagana? Ég sé fyrir mig bara að þetta byrjar og Jake Paul kemur bara ein overhand og bara boom og bara Tyson deyr og við erum allir bara svona what have we done? Já, nei alveg, það væri þannig og þegar þú veist, þá er bara verið að það er svolítið verið að taka líf manns og bara við tökum bara sénsinn það er fullt af fólki sem myndi að horfa á það það er 20 miljónir manns að fara tune in og kaupa þetta á pay-per-view og $3 eða eitthvað worth it þetta er frítt á Netflix sko, er það ekki? Jú, þeir streama þessu live dammit, ég var að segja Netflix um það jaha, sheesh já, ég veit ekki, ég er ekki svo mikið á móti þessu sko mér finnst að Mike Tyson vegi bara gera það sem að Mike Tyson vil gera og þetta er sko, með minna Jake Paul hafi séð þennan barndag fyrir sér í einhverju ayahuasca-trippi einhvern tímann sko hann er mjög svona fer á alls konar ferðalög trips og fær hugmyndir og framkvæmir hugmyndina sínar sem ég fíla alveg svolítið við hann sko mér finnst það góð nálgun á lífið don't do drugs kids svona það hefur verið sagt en fíla það sko að ég fíla svolítið svona grændið
í Jake Paul. Ég sammála því, sko. Það líka bara að, þú veist, hann fer og berst boxbarata, svona var af hverju bara stofna ég ekki bara mitt eigið fighting promotion. Og svo keyrir hann allt undir sínum eigin merkjum, borgar, fighterunum sínum mjög vel, bara mjög svona respectable hvað það varðar. Og svo núna bara, ok, Netflix stærra en mitt fighting promotion? Já. En þú ert bara fucking byrja að berjast á Netflix. Ég var nú til að sjá einhverja rekstrar og efnahagsreikninga fyrir þetta fighting promotion, sko. Ég held að það sé bara búið að hemorrhagea pening frá því að stofna. Já. Var ekki síðasta pay-per-view hans var bara flop dauðans. Jú, móti Mike Perry. Já. Það var bara eiginlega ekkert keypt. Ég held líka á móti Fury, það var ekki gott pay-per-view. En það eru svolítið bara allir nema UFC að skýta á sig í svona málum, bara eins og PFL daginn með Battle of the Giants, þú veist, Ngannou á móti honum Hvað var margir sem keypt það? Það var bara enginn, sko, og þú veist, allir peningur sem kom inn var ekki nema bara eitthvað brot af því sem þeim þurfti að borga Ngannou, sko. Þannig að þú veist, stór promotions að tapa fullt af pening, þú veist, það bara einhvern veginn UFC sem að veit hvað þeir að gera og að græða virkilega einhvern pening. Já, bara með einútkun á markaðanum og borga þessa einútkunar reikninga eða sektir og bara puff, ok. Já, fleiri mál, það annað mál sem á leiðinu með þeim líka sem svipað. En, þú veist, UFC að gera þetta vel, en þeir eru líka ekki að borga low-level gaurunum innan alvöru peninga. Nei. Þeir eru bara að borga góðum gaurum einhverjar fjárhæðir og þá það ekki einhverjar skriljónir, við erum ekki að tala 10 milljónir, 500 til 1,5 miljón. $500 til 1,5 miljón. En hver sem á alltaf sinns á að vinna auka $50 í hver sem best, þannig að þú veist. En þú veist, það alltaf að tala One getur borgað þetta, bla bla bla, en þeir geta það ekki. Nei. Það sást þarna, þeir geta það ekki. Líka bara eins og Derritter að koma núna frá One yfir til UFC og hann talar bara, hann að vara unga fætir að sæna hjá One, bara það var komið fram með hann eins og skít og bara, það var alltaf að vera að lóna einhverjum bördum og svo voru aldrei inn í bardaðar og hann bara virkilega óánægður með One, sko. Já, ég held að öll þessi mikla gagnrýni á launamál hjá UFC ég held að eftir nokkur ár þá munu þeir sjá, ok, það ekki hægt að borga þessi laun sem hinn að borga núna, skilurðu? Eftir 10 ár kannski. Þetta rosa ung íþrótt. Ef við förum aftur til 1980 eitthvað, fótboltamenn voru ekki milljónamæringar þá, sko. Nokkurn veginn venjulegi gaurar, vellaunaðir venjulegi gaurar. Erum við ekki bara svipuðum staði í þess MMA-inu? Bara vellaunaður, iðnaðarmaður, sjóari. Já, bara getur orðið ríkur eða þú ert bestur en ef þú ert góður þá hefur það fínt. Já, jú, getur bara vel verið þetta sé svona. En svo heyrir maður svona sögur eins og Bryce Mitchell að taka bardaða sem hann langaði ekki að taka bara út af hann þurfti pening og satt við hann bara og verður að taka hann bardaða og hann bara talaði hann átti bara eitthvað pínlítinn peningin á bankabók og hann bara þurfti að gera þetta. Ég held samt að Bryce Mitchell sé líka bara, þú veist, lélegum peninga. Já, hann býr bara einhver sveitabæði og þetta örugglega. En ekki þannig með flesta vinnur? Hvað? Þú þarfst að vinna. Þarfst ekki að vinna til að eiga pening, skilur? Þarfst ekki að mæti vinna til að eiga pening? Já. Hann ekki bara svolítið að mæti vinna til að eiga pening? Já, en ég meina Bryce Mitchell er top 10 fighter í fjárviktinni og þú veist, maður myndi halda að hann ætti smá peningin á banka, sko, eftir ég veit ekki hvað marga UFC bara það. Já. Það er komst að geða þetta gott raunarna þegar maður berist fyrir camo shorts og svona og gerðist maður nafn. Ég meina hann hefur alveg grætt ykkur á peninga, hann getur vel að vera hann sér líka búin að tapa fullt af peningum en mér finnst ekkert skrítið að þú veist, hann berst ekkert rosalega oft, Bryce Mitchell. Þannig að mér finnst ekkert skrítið að hann verði blankur á milli bardaga. Mér minnir líka að Bryce Mitchell hafi verið sko að setja fullt af pening í að rannsaka flatjarðakenninguna. Jú, já, hann gerði það. Er það peningið það? Já. Hvernig það? Það sanna það, rannsóknir, sponsors rannsóknir, Flat Earth rannsóknir. Eitthvað svona jörðinni flöð sponsored by Bryce Mitchell. Sáðu þið rannsóknir sem hann var að trenda daginn. Flat Earth rannsóknir er afsönnuð óvart, Flat Earth kenninguna. Það er Netflix myndin, minna. Er talað um að loka byttu úr Netflix? Já. Það er úkist að fyndi. Það er svo fyndin sinna. Þvílík legend. Séu, núna ætlum við að kíkja hérna og ljósi verður þarna. Ef það er ekki þarna, þá jörðin bara kannski ekki flöt. Við sjáum ekkert ljós. Enrique, sérðu ljós? Nei.
Ég held bara Bryce Mitchell sé að skýta sem er pening og hann ekkert mest, þú veist, hann góður en hann ekkert fan favorite beint. Hann mikið fan favorite. Það? Fólk elskar Bryce Mitchell, elskir ekki Bryce Mitchell. Mæti með fokkin biblíuna bara. Ég elska ekki að horfa á hann berjast. Hráan. Hann svo góður bardagamaður. Já, hann fínn, en mér finnst hann ekkert skemmtilegasti bardagamaður í heimi þó að ég elski viðtölu við hann. Við ekki það, en bardagarnir sjálfur ekkert the most exciting. Nei, en ég elska allt í kringum hans. Ég elska þegar hann tekur biblíuna. Þó þetta sé bara svona biblíuna sem hann fekk á hótelherbygginu sínu. Labbar henni í hringin og bara freedom! Bara eins og hann sé bara búin að klára Braveheart ræðuna og ætla bara að taka bara freedom-kaplan með biblíunni. Já, og ætlar að biðja með gaurón sem að keppa við og eitthvað. Já. Óþægilegt vibe. Ég hefði gert það. Hefur þú farið á hnýjan bara, ok, let's do this. Ég biðja með mér, já. Ég fíla svona óþægileg vibe, sko. Já. Við vorum ekki að tala um Mike Tyson, hvernig fórum við út í þetta, maður? Herri, við vorum svona... Við vorum að tala um pening, við vorum að rappa upp. One-line, en já. En hvað, ok, ef við að skjóta úrslitið? Já, hvað með prediction? Sko, ég held... Jake Paul by death. Ég held þetta verið stoppað í þriðja fjórðu lótu. Ég held að dómari bara stoppið þetta og þetta bara komið fínt. Ég held að Jake Paul rótar hann í fyrst lótu, sko. Jake Paul minus 215 favorite, Tyson plus 172 underdog. Það reyndar að geta eitthvað brjálaði stuðla, sko. Nei, ég myndi setja Paul á alveg, þú veist, minus 400-500 að minnstakosti, sko. Já, ég er sammála, ég held bara dómarinn stoppið þetta í fjórðu lótu og það verður þetta bara, það verður fínt. Tyson gæti lúka vel í eina lótu. Þetta 8 lótur, eða? Nei, 6 held ég. The 6? Já, minna það. Nei, the fight is scheduled for 8 2-minute rounds. Það 8 2-minute lótur. Ég held að það verið 6 3-minna. Ok. Já, ég skil ekkert hvað það segja með þetta mínus 200 bull. Nei, tölum við 1 eitthvað. Við tölum við 1 eitthvað, ekki mínus 400, ég skil það ekki, sko. Tölum bara í markveldi. Já. Þú veist, þá hérna... Núna þetta plus 1.75 og mínus 2.45, sagði það ekki? Já, mínus 2.15. 2.15, já. Þannig að þetta svona, þú veist, þetta eru svipaði stuðlar og þú myndir sjá kannski á Liverpool á móti Tottenham. Þetta var léleg líking fyrir barda íþrótta. Nei, ég bara, það hversu close þeir eru taldir vera, sant, sko. Já. Þetta svo að tippa á Liverpool Tottenham. Já, ég meina þetta eru svipaði stuðlar og maður sér í þannig leik. Þannig að þú veist, þetta ekki eins og Ipswich á móti Liverpool, skilur þú? Þetta ekki þannig stuðlar. Þetta svona leikess á móti... Nei. Já. Við erum að tala um 60 mann hérna að kemja móti 30 manni. Þetta svolítið svo tippa á FH Haukar í Hamar. Já. Nema bara ekki alveg svo jafn. Sammála. Ok, ég ætla að flétta þessu upp. Svo að sé hægt að skilja eitthvað bara á íslensku, á góðri strángheðleri íslensku okkar ylhýra. 1,5 á Jake Paul, 2,88 á Tyson. Þetta ekkert eins og tipp á Liverpool Tottenham. Hvað sagðir þú? 1,50 á Jake Paul, 2,88 á... Já, ok. Það er aðeins meiri lengra á milli þarna heldur en þú varst að tala um. Já. Þú varst að tala um 1,75, 2,15, sko. Já. Mínus 215. Það skýrir enginn þessi Vegas odds. Já, en þú veist, þetta bara, já, nákvæmlega. En þú veist, þá það, þú veist, mínus 215 og þú veist, þú þarft að leggja 215 undir til að vinna bara $100. Ég skil ekki alveg þetta, einmitt. Ég hata þetta dollara dæmi, sko. Já, ok, þetta er einn, sko, leiðilegasti podcastkapli sem hefur verið tekinu Já, ég sammála. Á Íslandi. Skipum þetta. Já, af því að, sko, sem ég myndi, sko, að ég subscribe bara podcast sem heitir Sveitasíminn. Og þetta er örugglega meira fútt í því heldur en þessum kapla hérna. En 1,5 á 1,5 á Jake Paul alveg bet sem ég tilbúin að gera, sko. Já. Hendur á parallegi með John Jones eða eitthvað og... Sko, þú getur ekki bara, þú veist, Jake Paul by TKO 230. Já, ég tek það. Já, hvernig myndi líða ef þú myndir græða pening? Nei, og hann myndi deyja. Róta svo deyr. Góða þú bara, nei, ég ætla að græða pening. Þetta er gæðin sem að græddi pening og Mike Tyson dó. Já. Og bara, Mér líst ekkert á það.
Tyson, KO, TKO, 3,6. Ég sé það ekki gerast, sko. Sé bara TKO fjórðalótu. Dómarinn stoppar þetta. Bara Mike Tyson, you're an animal. animal. Bara hann segir, þetta er komið fínt. Já. Bara komið gott. Sleppum þessu. Sko. Já. Það alveg spurning. Old hobbits die hard, sko. Já. Og ég meina, þú veist, hann er juiced to the gills. Hann er ekki juiced to the gills. Hann er með öll hormónin, sko. Já. Ég var að tala gyðinga. Já. Þetta var að tala gyðinga. Hvernig fáið þið gyðinga? Þú sagði juice. Já. Juiced to the gills. Juiced to the gills. Já. En já, ég held að hann verði með öll hormónin í líkamannum sem að hægt er að fá, sko. Hann er vel djúsaður. Vel gyðingaður upp. Já, hann er allan gyðingin. Já, potið, sko. En Mike Tyson fekk samt, sko, fór hann líka flug og fekk ykkur útbrot og eitthvað og magasár. Já. Það þurfti að vera bara hjálpað af úr fluginu. Og þetta fyrstu It's an old man. Það hljómar ekki vel. Nei, þetta er gamall maður. Já. Ég hef mér líst ekkert á þetta. Greið kallinn. Þetta er bara gamall maður og svo á bara einhver 27 ára gæi. Það er enginn að neyða til að fara hérna bara. Nei, það er samt verið að svona... En það er samt að, hey, Mike Tyson, langar að fá hérna fullt af millions of dollars hérna á Netflix og allir í heiminum er að horfa á þetta. Nei, það var eitthvað hrigalegt, sko. Það var hrigalegt myndi deyja, sjálfsögur. Hann er ekkert að fara að deyja. Sko, ég á eftir að horfa á þetta svona. Ég á bara svona ekki eftir að geta haft augun á þessu. Bæltið svona, sko, að Jake Paul verður bara óvinnsælasti maður í heimi ef hann vinnur hann bara það. Já. Það er, sko, af hinn hann áttur á death threats og shit, sko. Já, hann er öll að byrja þar að fá. Já, bóttið, sko. En þú veist, það er bara, þú veist, þetta er skrýtin fight, en maður er líka svona, er Jake Paul að vinna eitthvað? Nei. Ef hann er eitthvað svona, ég vann Mike Tyson, allir bara þeir. Ekkert annað en að 60 Mike Tyson, fáið þið. Ekkert annað en að geta sagt það eftir 35 ár, skilur. Þegar fólk er búið að gleyma bardaganum og er bara, já, Mike Tyson og Jake Paul eru nöfn, skilur. Fatt ekki aldursmun og svona. Nei. Það er bara high five fyrir þér. Hvenær dó hann? Fólk hættir að fatta aldursmun. Já, þegar hættir að, út af núna tengið það svo vel, þegar Jake Paul er 70, fólk ekkert að fara að vera að tengja kannski að það sé svona mikill aldursmunur að þeim. Þá púlar hann upp inn á YouTube bara Mike Tyson highlight reel, bara ég landi þennangur. Já, og sýnir þegar Mike Tyson var 18. Já, nákvæmlega. Það væri sterkur leikur. Ég hugsa að, sko, ég ætla að fara þess aftur 40 ár og tengjast mínum svona raunsægis nonna. Og það var ennvel að segja að þetta er Jake Paul sigur, sko. En mér langar ógeðslega mikið að sjá Mike Tyson Djöfull væri það gaman. Ég er að pælja að veðja það bara til þess að vera með honum í liði. KO önnulóta. Hvað ætli stuðullin sé á það? KO í annar lóðu? Já, góður, sko. Oddly Pacific. Já, það í fyrstu lótu var hann rútlega ekki dórsægur, en ég held að í annar lótu þá sé hann alveg bara 3,5, 4, sko. Já. Hvað, Tyson takkit í annar lótu? Í KO, TKO og önnur lóta. 17. 17? Já. Ef við setjum húsið undir. Það klárlega 5 skall að vera þetta, sko. Já, þá áttu 17 hús, þú er búinn. Já, næst. Lúkvöld. Þetta 5 skall á það? Já, ég held að. Já, maður hljómar vel. Hljómar svo svolítið bett. Það er 100 skall. Það væri nú gaman að vera með honum í liði allavega. Já, ég verð alveg til að fórna 5 skalli til þess að steyðja minn mann, sko. En svo er hérna, það er eitt vinkill á svona umræðu sem við erum ekki búin að taka. Verður þetta rigged? Ég get alveg trúa því, sko. Þetta meina þá að það verður rigged hann að Tyson vinni? Já, annarkor vinni. Bara að þetta verði rigged af því þetta er bara eitthvað Hollywood entertainment dót en ekki beint eitthvað íþróttasamband. Þetta verður riggað í jafntefli. Já, geggjaða stuður á því, sko. Það getur samt verið. Það er alveg pluss 1100, svo ég. Jafntefli? Já, það er þess að 10. 11. Það er ekkert rosalega mikið. Ekkert eitthvað rosalegt. Það er alveg góð líkur á því, ég meina, þú veist, það er slett tala af lótum, þú veist, taka sig ykkur á lótuna, það er alveg ágætt að líkur á því. Já, það er alveg 10 á ákveðinni vefmálsíðu. Já. Ólöglegri vefmálsíðu. Ólöglegri? Er ekki allar vefmálsíður ólöglegri? Lengjan er bara ekki með þennan barndag, sko, þannig að það er ekki að tippa. God damn it.
en þú spara 5 skallin. Já, ég fer ekki inn á ólega síður. Nei, ég myndi aldrei gera það. Nei. En hvað segir þið? Eru þið Jake Paul með inn í lífunu, báðir það? Já, ég held að Jake Paul rótan í fyrstu lútu, en ég til ég að setja smá pening á Mike Tyson bara til að vera með hann með lið. Já. Hvað 2 skall eitthvað? Já, ég verð að segja Paul, sko. Já. Mike Tyson bara því mjög 60 og eitthvað. Ég stið hennar bara það, sko. Mér finnst bara gaman. Mér finnst hann alveg með í það. Og ef að lækninni segja að hann sé clear, þá er hann bara clear og slýsing getur gæst og allt það, en það er alltaf hrikalt fyrir dóttur hans sem hann myndi bara deyja í hringnum, sko. Og það hefði aldrei gert aftur. Já. En annars finnst mér þetta bara vel in the spirit of boxing, spirit of fighting. Spirit of fighting. Fóirinn. I'm a fóirinn man. Ég fíl það. Já. En ok, og færa okkur í UFC eða? Já, algjörlega, þetta var langdreið. Herru, ok, John Jones, Stipe Miocic. Ég með trivia. Þegiðu. Í bóði hvers er þetta trivia núni? Prepparinn, herri. John Jones hefur 2 sessunum verið tekið niður á UFC-ferlinum. Hvaða 2 menn hafa tekið hann niður? DC, annað þeirra og Gustafsson. Vá, vel gert. Vá, það var aldrei verið góður. Trivia. Þetta er actually eitthvað sem Gustafsson ótrúlega satt tók hann niður í fyrir barndag og ver, þú veist Gustafsson var flottur barndamaður. Hann var fyrsti maðurinn til að taka Jones niður. Þú veist, búin að mæta fullt af einhverjum geggjum wrestlerum, sko, og verja beltið sitt og þú veist, alls konar. Svo bara eitthvað Gustafsson, einhver strækir tekur hann niður. Gustafsson, mér finnst hann ekki alveg að fá það prop sem hann var skilið sem gæði barndamaður. Hann var gæði. Þessi fyrri barndamaður. Ég er ekki að tala um þig núna, ég er að tala um svona í umræðinni. Skilur almennt, mér finnst oft talaðan svolítið niður í umræðinu. Almennt. Já, þú veist, allan þessi bardagi, Jones og Gustafsson nummer 1, þetta var bara eitt skemmtilegasti bardagi þessa tímabili, svo bara eitt besti John Jones bardagi bara yfir höfuð. Og flestir sem hafa hort á þann bardagi eru svo sammálaða að þú veist, ef þeir ætla að gefa þetta öðru hvorum megin, þá hefði nú Gustafsson líklega Ég var að hallast af því, sko. Ég horfði á hann bara á hann, sko. En þetta var samt ekki þannig að maður sé eitthvað ósáttur, skilurðu? Það var svo mikið damage á andlitinu á John Jones þegar hann kemur inn í 5. lótu. Hann er einhvern veginn bara svona þykkar vaselín klessur við báðum augabrúnum. Það var bara einhvern veginn rétt svo reynt að halda þessu saman bara með, það sko hangir vaselínið öðrum megin. Já, en svo vorum við að tala um hann er bara 2 sem ég man eftir þar sem hann tók eitthvað svona alvöru damage og maður sá framan í honum að hann var lamin. Það er Dominic Reyes Gustafsson. Mér fannst sko, ég er ekki búinn að horfa á hann bara aftur í undirbúning fyrir þennan þátt, en þegar ég horfði á Dominic Reyes bara á sínum tíma, þá fannst mér Dominic Reyes vinnan og mér fannst það skýrara, mér fannst eiginlega, þú veist, Gustafsson bara 1, mér fannst það svona hefði getað dottið báða megin, sko, og mér fannst mögulega eins og það væri, sko, þú veist, annarkvort 2-1 fyrir Gustafsson eða 3-0 á leiðinni inn í Championship Rounds sem hefur vantilega verið 2-1 samkvæmt dómarunum fyrst að Jones tók það, sko, en já, það var alveg klikkað fætt, en mér fannst Reyes vinnan. Ég er sammála en aftur, þetta var ekkert eitthvað svona, það var ekki það langt á milli að ég var eitthvað ósáttur, sko. Það var ekki rán en mögulega rángudómar. Já, algjörlega. En það er svona pínu vinkildin sem bara það, sko, er að þú veist, í 3 skipti, það hefur John Jones verið mjög nálægt í tapbarða. Það er Santos, sem var bara mjög heppinn. John Jones var mjög heppinn að hann meiddist svona illa í barðanum. Dominic Reyes og Gustafsson. Þetta er allt í light heavy. John Jones er ekki náttúrulegur heavyweight, þannig að séð. Hann er samt, hann einhvern veginn byggði þessu upp á löngum tíma og hann einhvern veginn svona, það var ekki bara eitthvað, heyrðu, 2 mánuður reyna eitthvað að þingja mig og eitthvað bölka að saka, hann bara, þú veist, einhvern veginn þegar hann mætti þetta móti Gan, þá fannst maður hann lúkkaði eins og proper heavyweight. Maður var einhvern veginn svona, wow, þessi, þú veist, hann var ekki eins og Adesanya þegar Adesanya fór úr middleweight í light heavyweight og mætti Jan Blachowicz, þá sá maður bara að það var middleweightal maður mættur í ranga deild, en þegar Jones mætti heavyweight, þá var maður bara svona, wow, þetta er the heavyweight John Jones. Já, en ég ætlaði svona að bera saman við að sko Stipe er þannig að séð náttúrulegur heavyweight. Stipe er samt alveg smá nettur fyrir heavyweight. Já, hann er það, sko. Er hann samt ekki bara eitthvað 235, þú veist, alltaf? Jú, já, þú veist, hann er allan ekki kvötta. Já, hann ber sig mjög vel, sko. Hann ber þyngdina vel. En ég var svona velta með mér, svona, hvort að það væri ákveðin vinkill, sko. John Jones hefur þrígangur mjög nált í að tappa það. Hann mætir Stipe, sem er alveg, það er spurning hvort að Stipe sé ennþá á þessu leveli, sko. Og Stipe er
ef við ætlum að segja einhver sem náttúrulega heavyweight þá Stipe kannski meira náttúrulega heavyweight heldur en John Jones. Já, sko líka ef við horfum á það, hvað myndið þið segja að væri veikasti hlekkurinn í striking hjá John Jones? Box. Svona þetta hefðbundna box. Já, alltaf ekki. Já, geti. Mér finnst það. Mér finnst það að vera svona glaring veikleiki. Svona DC aðeins náða að sína það en hann var bara aðeins svo stuttur og þungur til að geta gert það. Stipe rosa góður boxari. Ég held að hann hafi unnið Golden Glove bara 2 svarar og þú veist sem alveg mjög flott keppni í Bandaríkjunum, þú veist. Og hann líka með flotta felluvörn og góður í að glíma. Og Stipe líka bara drullu durable. Já, og hann kann að vinna. Já, nákvæmlega. Kann að vinna. Og hann, þú veist, við erum búin að tala um hann sem hann sé 70. Hann 42, það alveg aldur. En hann ekki búin að keppa í 2 ár. Stipe? Já. Hann ekki búin að keppa síðan 2021, sko. Já, 3 ár. Ok, 3 ár. 3,5 ár. Hann ekki búin að keppa í 3 ár. Rúmlega. Það var mars 2021. Þú veist, hversu mikið mileage hann búin að henda af tanknum? Ég bara, að þessi kvíld hafi verið góð með. Já, bara, þú veist, ég held að hann sé ferskari núna heldur hann var rétt eftir Ngannou bara. Ég maður svona, sko, hann mætti á einhvern UFC viðbörð bara á hækjum, munið ekki eftir því. Þú veist, þannig að hann ekki verið eitthvað að fara alveg heill í gegnum allt þetta tímabil og verið eitthvað svaka rest, þú veist, það hafa alveg komið upp eitthvað. Hefur hann ekki bara farið í ykkur aðgerð? Nýtt tíman? Er það ekki svolítið, John Jones það líka, sko? Já, John Jones fór hérna í öxlinni þeir átt að mætast fyrir nákvæmlega ári síðan. Já, þá fór John Jones hann bara sleit eitthvað. Svo Stipe bara með doktorskráðu í að vera underdog. Já, hann ofbáslega góður underdog. Hann líka svo durable, bara eins og þú veist í bardaðanum átti Cormier, hann rótaði Cormier bara leit út í fyrstu 2 lótunum bara ógeðslega vel út og var bara neglan en þú veist hann bara veðrar storminu og svo nær hann tekur hann Cormier út í 4. lótu. Þú veist hann mjög durable, það þarf mikill að ná honum út og þú veist hann með gott defensive wrestling og maður myndi svona halda Jones langi taka niður. Það verður ekkert eitthvað alltaf öðvöld og það hættulegt að standa fyrir framann og þó að kannski Jones ógeðslega góður striker og ógeðslega góður að nota þessi ógeðslega oblique spörk og þú veist alls konar dirty stuff þá samt bara fokkin hættulegt að standa fyrir framann Stipe þó þú sé búin að hitta hann fokkin 100 sinnum þá þarf hann bara að hitta einu sinni 2 og þá þú on skates. Svo Stipe náttúrulega sko eitt líka nefnir oblique spörkin hans John Jones fokkin viðbjóðar með Stipe rosa þungur á fremlaufinni sem ekki gott á mótið oblique spörkunum hans John Jones því hann gerir, þú veist, hann reynir að gera, þú veist, hann ekki að tappa löppina, hann að reyna að hitta þig þú ert að stíja hana og hann vill overfittir hana og hann vill rífa allt fyrir aftan í það sko. Rampage Jackson talaði um það að bara hann jafnaði sig aldrei í fætinum eftir John Jones sko. En mér minnir nefnilega að tala um Santos að hann hefði að einhver hluta af þessum meðslum hafa verið út af oblique spörkunum. Ég ætla ekki að taka það á hann. Þetta er svo dirty fucking shit sko, en ég meina fullt af gaurur að gera það núna, en mér finnst að þetta banna þetta. Þetta ógeðslegt en samt, þú veist, ég man Joe Rogan sagði sko, þú veist, akkur að banna þetta en þú veist, sumir vilja líka banna, þú veist, heel hooks, það var í rugla að fara að banna eitthvað þannig, þú veist, á ekki bara alltaf vera einhvern veginn í búið og þú verður bara að passa þig fyrir Jú, kannski eins mikið leifilegt og þú getur þú verður bara að geta vakna skilur og barist aftur daginn eftir og ég svolítið þar líka, þú veist, ef einhver högg eru þannig að geta að fara þú getur ekki klára beint bardaða með nema þú takist að slíta eitthvað í gurnum, skilur það finnst mér kannski ekkert vera að bæta neitt brjáluðu við bardaða, að hafa það með Vist algjör óþarri með svo góðu punktu við byggja með vandi boxið sko en að við vorum að tala um sko Gustafsson bardaðan á þann þú veist, John Jones fór á hvíttöfluna eftir þann bardaða svona 1 niðurstöðan var ég barðist í boxing range það ástæðan fyrir því að þessi bardaði var svona tæpur og þegar þið mættist aftur og John Jones færði þessi yfir í svona kickboxing range fór í spörkin þá bara þess John Jones Gustafsson sá ekki til sólar skilu þetta aldrei séns þessi er það ekki svolítið uppleggi hjá John Jones í sem bardaði hann bara að fara að halda sér í fjarlæðinni eða 100% í glímunni hann ekki að fara að hanga í ykkur svona mid-boxing range Jú, og ég held að það geti gengið rosa vel í eina lótu kannski 1,5 lótu Stipe bara að segla ég held að það veri erfitt að halda honum
frá sínu range í 3., 4., 5. lótu hann með championship rounds reynslu Mér finnst þetta orðið svo jafnt einhvern veginn þegar maður fór að byrja að spá í þessu ég einhvern veginn bara svona í heilt ár frá því þú veist ég sá það fyrst matchaða saman og John Jones var vel drepan núna ég bara svona þetta 50-50 það ekki? Jú, en ég segi ekki alveg ennjú sko, ég samt þar núna ok, þeir eru báðir búin að taka svolítið time off ekkert búin að vera brjálæslega aktiv í mörg ár annar þeirra með tendencies að detta á kókain trip í einhverjar vikur eða whatever og djamma á sér raskatið og menn hinn frekar solid fjölskyldufæðir Já, ég held að samt að þú veist ég held að Jones sé ekkert búin að vera á einhverjum kókain jammum síðustu ár sko Heldur ekki? Nei Fylgist þú mikið með honum? Nei, ég bara Var hann ekki handtekinn daginn? Jú fyrir að hóta gaurdi sem var að taka hann í pissupróf hann var drukkinn hann var belligerent sagði konan landa hann ekki konuna sína var í sumar eða síðasta vor það er ekki svona monthly thing það sko það er eiginlega sorglegt hvað maður hlægir mikið af því að John Jones sé lemmi konuna ég veit það og þetta hættulegasti maður í heimi og þetta konan sko galið að þetta sé talað þetta 27-1 þetta er líklega besti bardagamaður bara allra tíma segjum það og maður svona að gera grína þessu það er ekki sem er hrikalegt sko en það er bara maður að gera grín hvað hann er mikið piece of shit skilur en ég held að sé alveg líklegt að hann sé búin að vera fullur og kokaindrykkur mér finnst það mjög líklegt hann er ekkert heima að kyrja og drekka te skilur nei hann er líka búin að mæta okkur á boxbardaga þú veist hann hann mætti að UFC Fight Night núna í Apex ég held að svona frítími fyrir John Jones sé ekki það besta sem hann getur fengið ég man þegar við byrjum í podcastið voru að tala þá var hérna John Jones orðin eitthvað svona trúaður og trúa með blaðinu og ég er ekkert svo vissum að það sé keisist sko. Nei, ég er ekki núna hann hljómaði svona eins og svona gauðra sem er búin að fara í gegnum AA búin að fara inn á Vog og byrjar að mæta fundi hann hljómaði eins og einn af þeim sko. Svona eru spenntur fyrir framtíðinu það er eitt í þessu John Jones er búin að vera að æfa með Gordon Ryan og alveg svona Gordon Ryan er búin að vera að kenna honum ýmsa hluti og var að tala bara hvað Jones var í góður að pick up tækni og ná að utilisa það þú veist að ná að taka jiu-jitsu tæknina hans og utilisa það í MMA scenarios þannig að ég held að það sé alveg game changer hann er bara búin að fá besta glímugæja í fucking heiminum til að koma að hjálpa sér í þessu kampi þannig að ég held að gameplani sé að fucking glíma hann í drast sko. Ég held hann í drast ég held það finnst það líklegt þú veist það er bara the way to go sko. líka bara á þetta minnst þú ert komin í heavyweight það þarf bara eitt hreint högg og þá ertu komin í vandræði hvernig John Jones fucking snýtti Cyril Gane sko. ég held það er bardagi sko. það var ekkert að ég held reyndar að Stipe myndi snýta hann líka núna Gane? það myndi bara gera eins glímana eins og berja hvernig er Stipe í glíminu? Góður hann var að glíma í hann var D1 wrestler held ég og hann var glímugur sko ég er samt ekki mikið síðan eitthvað svona taka menn niður kannski klessa á hans upp í búrið og vera kýl í það og eitthvað hann var að stoppa DC að taka sér niður það finnst mér að vera meðmæli defensive wrestling er frábært hjá hann sko hann er fullt af einhverju wrestler sem þetta taka niður og hann stendur það af sér sko en hann er kannski ekki mikið sjálfur að forsa glímuna nema þá kannski eitthvað svona hnóð upp í búrið og vera kýla menn líka og ekki beint eitthvað að taka menn niður og fara að nota eitthvað svona jiu-jitsu hann var eiginlega bara Ngannou fyrir bardaginu Ngannou sem hann var svolítið glímu heavy þá var hann bara eina sem hann hugsaði bara var að fara í singuleikin sko og bara klára orkunni Ngannou það var greinilegt en það er rétt, þú veist, maður er ekkert búin að sjá hann mikið vera að glíma en hann er með geggja defensive wrestling ég hef séð myndir á honum í einhvern glímu tights þannig að hann hefur potið í svona borat skílu með heyrnarhlífarnar sko. þannig að hann er alveg með gott glímu base sko, og John Jones er ekkert að fara eitthvað ragdollan þar nei, kannski ekki hæsti stuð sem ættir að fá á þessu barða er 36 round 5 Stipe Miocic það ég er til í það sko 500 kall var það það er bara 400 kall setja húsið undir paraði upp með Tyson by KO það er gott parlay sko það er mjög gott parlay sko, hvað ætla ég að segja
aðeins fundist við hennar bardaga er að það eru allir að horfa fram hjá Stipe. Þú veist, það Stipe bardagi núna helgina en það eru allir að tala Aspinall. Af því ekki bara Aspinall. Hvað ætlar að gera þegar þú búið með þennan bardaga? Já, með þess að Jones fann eitthvað svona mér langar að fara bestu Pereira og bara einbeitt eða fucking Stipe. Já, nákvæmlega. Það eins og það sé engin að fókusa á hann bardaga. No respect á Stipe. Já, og þannig að það var með svona eitthvað svona fyrst þú veist búin að missa sjónar á bardaganum. Það var pínu eins og hérna þegar Tyson Fury mætti Ngannou í hringnum. Það var allir að tala með svona og eftir þennan bara var hann búinn að bóka Usyk bara eftir á þegar hann var búinn að labba í gegnum Ngannou 2 mánuðum setna minnum bara þegar hann var búinn að labba í gegnum þetta og hann farið í hitt og þú var bara hefi tæft nokkaði niður og með var þetta ekki splitt eða eitthvað Nei, en Ngannou var alveg inn í bardaganum eiginlega svona tíman Svona body language-ið í þeim eða svona, þú veist, svona dýnamíkin í bardaganum þó Tyson Fury unnið þetta á stigum náttúrulega bara jab, stig þú veist, þá svona dýnamíkin milli að Ngannou var hættulegri Já, og líka bara Ngannou kom út úr þessum bardagi eins og sigurvegari og Tyson Fury kom út úr þessum bardagi eins og hann hefði tapað Já, það var svolítið í lenskan sko Svona fraud check Já, en mér leiði sko eins og það væri af því að hann var ekki að fókusa bardagan sko Þannig að mér líður svolítið eins og það sé málið Ég held að það sé 100% rétt eftir sko Ég held að og John Jones að gera sama Já, hvort að það sé svolítið málið sko Hvort að John Jones, þú veist, ég held að allir í heiminum spáðu John Jones sigri En svo fer maður svona að diskutera hérna hliðin og svona stuðullin John Jones 1,14 Hvað John Jones by decision? 1,14? Já Það ekki hár stuðull 1,14 ekki hár stuðull? Nei, það bara rosalega hár stuðull Já, þetta svona eins og að tippa, ég veit ekki, K.R. get Bertelsson Já, K.R. Fylkir Nei, ég fær hærri stuðullar Já, ég saman Ok 1,30 sagði þér Hvað vildur þú veita? Stipe með decision eða? John Jones by decision 5 Ok Það gott að tala Stipe decision 11 Stipe submission 31 Já Þeir eru svona það bila að dobla bara Já stuðlana sem ekkert eitthvað brjálað sko Þannig að ég svona veðmálasíðunar ekki þú veist, þeim veðmálasíðunum finnst ekki að John Jones sé að fara að rústa þessu no question Þessi stuðlar ekki að segja það mig. Jú, það er svona að spá meira John Jones rótan. Já. Fyrir 2. En ég meina, já, það 2 stuðl. Þú veist, ef þeir held að John Jones myndi bara labba í gegnum þetta, þá stuðlinn bara 0,75. Nei, ekki 0,1 kannski. Maður hefur alveg séð, svona í mikið mismatch, þá hefur alveg verið 0,1 í stuðl. Já, en það 0,1 í stuðl. Það var að tapa pening ekki bara 1,1 það færði alltaf peningin Já, það var 1,1 1,0 eitthvað Nei, ég sver ég fuck it, ok Skiptir ekki Þú numbers game Mér finnst þess að svona heavy favorite sé alltaf bara 1,1 Já, það getur verið En allavega, mér finnst veðmála síðan finnast að vera tæpara heldur en ég kannski gera það fyrir Ég sammála sko En það er svona margt við þennan barða sem að bögga mig En það sérstaklega það að John Jones svolítið að horfa fram hjá þessum barða Það böggar mig mikið Það svona það skrifar uppsett í skíin Já Og svo veit maður ekkert alveg hversu fókusur hann búinn að vera síðustu viku sko Þú veist, hann ekki lengur 25 ára Þú veist, þegar maður 25 ára getur maður svolítið left sér að detta í það og gera whatever og þú góður eftir 3 daga No matter what Þú 37 ára Það ekki lengur þannig sko Það ertu bara 6 mánuði að jafna það eftir eitthvað svona fyrir sko John Jones bara 37 ára með alltaf þetta mælið að hann gera hvað búin að rakka mikið niður í langan tíma var náttúrulega sko champion 23 ára yngstur af öllum í UFC Þetta bara þetta ekki þetta bara ótrúlega aldur Ég ætla að halda á mína samfæringu og segja Stipe Já Ég ætla að segja að John Jones hafi gert mistök með að hára fram í þessum bardaga og tala aðeins mikið legacy sitt og hvað hann vill gera til að auka legacy sitt og þetta sé eitthvað legacy fight og svo hann tala aðra legacy fight Hann bara að missa einbyttinguna að þessum bardaga hann bara að jamma á mikið Stipe Veistu, þetta ekkert so far off held ég hjá þér heldur það þessi decision eða? Ég veit ekki 5 í stuðull, það ágætt Já Ég get alveg séð þetta að fara þannig sko. Þú náttúrulega tippar hvað það sé
ég segi ekki en hann samt lengri hérna John Jones já, Stipe 6'5", John Jones 6'4", ég held bara John Jones verið stærri þannig að þú veist, hann ekki hávaxnari eins og hann hefur kannski verið í léttþungaveiktinni og hann ekki náttúrulegur kom ekki daginn líka John Jones hefði verið viktaðir 235 pundum daginn og í síðasta bardaga var hann 248 viktaðirinn, minni það ég bara get ekki svaraði John Jones líka hann að koma aðeins léttar inn í þennan bardaga en hann kom inn í síðasta og Stipe þá eru þau bara svipað þungir eða eru, þú veist, Stipe 234 þannig að þú veist, það er ekki stærðamunur hann last weigh-in fyrir John Jones var 248 já, ég sá einmitt daginn að þannig hefði verið eitthvað tala að núna væri hann 235 þannig að hvað segir það? Sko, það segir okkur að John Jones minni já, akkur ætti hann að vera eitthvað að létta sig fyrir hann að barða, ég skil það ekki það var pínu pudgy í síðasta barða Stipe last weigh-in 234 já 234 pounds þannig að, þú veist, Stipe er 115 kilo-ish er léttari, já, ekki ef John Jones er 235 núna okay. en ég held að John Jones vinni þetta ég segi bara ground a pound, þriðja lóta ég var svolítið að hugsa það líka Olboar, Geðviki hann kemur með 12-6 já, klára Stipe með 12-6 og Olboar bara ég held að ég held að ef hann kemst óná í gólunum þá erum við að fara að sjá 12-6 við fáum svo mikið 12-6 ég vil skilja glóðin þannig ég segi það Jones by KO sko. ég var að plana að gera seðil sko. Jones by KO, Chandler by KO og Bo Nickel by KO hver líst ykkur á seðilin minn? allt nema Bo Nickel by KO, ég sé það alveg fyrir mér Paul Craig já ég sé það fyrir mig sem ground and pound sko. það eru nokkri bardagar á þessu karti ég hef ekki bara fara í næsta sem er þá já, Charles Oliveira á móti Michael Chandler Michael Chandler fekk ekki Conor McGregor Oliveira 2 skemmtilegri bardagi sko ég held að þetta Charles sé að fara vinna hann og rústa hann ég hef mér eitthvað crazy ég held að Charles sé að fara að rústa hann sko ég er með eitthvað svona ég finn fyrir Chandler í þessum barða ég held að Chandler sé bara með að chip on his shoulder hann er bara að bíða eftir Conor og bara, þú veist, bara spólgraður í að komast aftur í búrið og sigra og ég sá að hann er bara eitthvað, þú veist, 3-1 underdog í þessum barða hann er klálega að fara mitt parley sko. já, ég bara sé ekki hvað hann á að vinna á Oliveira nema hann rótan það er eina leiðin sem ég sé að vinna bara klessa hann upp í búri líka og bara, veist, ekki fara með hann í gólfið bara allt nema það já, er það ekki einmitt það sem við svolítið búin að koma staðið samt með Oliveira núna að þú átt eiginlega ekki að leyfa honum að komast upp með að leggjast á bakið þegar hann verið vangaður, þú átt að elda niður ég myndi alveg trista Chandler til að elda niður ég geri það líka já, ég myndi alveg gera það en ég er sammála byggar sko, ég held að þetta er líklega graðisti maður Bandaríkjanna í dag þú veist hversu bara ótrúlega bardaga pyrraður er þessi maður hann er alltaf brjálaður ég myndi ekki vilja mæta Chandler akkur núna sko, hann er búin að vera bara Chandler er samt ekki young þögg lengur 36-7 en eitthvað það mikið eldri en Oliveira hvað er Oliveira? Oliveira er 32-3 sko akkur er hann svo ungur, hann er búin svo lengi í UFC hann er búin að vera í UFC frá því hann 21 og hann var náttúrulega í UFC fyrstu 4 ára sem blindur sko já, svo fór hann í augnakjöf já, hann sá bara The Blob ekki Ówen hans mamma ég tengi við það þetta er erfitt sko þannig að við mætti Blob ótalsinnum The Blob en ég held sko, ég veit ekki hvernig þessi barða er fara að þróast sko Oliver er 35 ára ég held að þetta sé momentið hans Chandler já, ég held það líka það er svona einhvern Chandler var ekki langt frá því að klára Oliveira í fyrstu lóti síðast sko. Svo bara kom Oliveira tilbaka og í rauninni minni með að það hafi verið að Chandler var of graður, þú veist, hann kom inn í aðra lótu líðandi eins og var við það að klára hann í fyrstu og var bara of, þú veist, sótti of mikið gasaði, nei, hann var tekinn út í annar lóti gasaði ekki, bara Oliveira náði hann með einhvern krók bara og þú veist, og náði svona bara nokkrum follow-up shots og Chandler fór niður sko. En svona fyrsta lótan það benti allt til þess að bara Chandler væri frá smókan sko. Já. Ég held að Chandler tæki þetta í
segjum bara Rear Naked eða Anaconda í þriðju lótu. Chandler? Nei, Olivera. Já. Það geta í þriðju lótu sub, ég giska á Rear Naked eða Anaconda. Ég held að ég sé bara ekki, ég sé Chandler ekki vinna Anaconda. Ég held að hann smetla með eitthvað svakalegu höggi. Ég held að Chandler rótar. Já, sammála. Ok. Við erum búin að vera svolítið ósammála í dag. Já, það er eitthvað miklu skemmtilega. Þú er líka bara búin að segja astnalega hluti. Hvað astnalega hluti er ég búin að segja? Bara eitthvað Charles, Guillotine, Dars, eitthvað. Já, það er mjög ólíklegt að Charles er að vinna þetta með sub. Ég er búin að vera sammála ykkur báðum óslega mikið í þessum þætti. Ég er alltaf bara eitthvað, ég er sammála. Mér veist ég og Heiðar alltaf verið ósammála eitthvað. Já, ósammála. Herri, ok, það er bara flott. Biggi, þú sér þetta hvernig? KO hjá Chandler. Bara hann kemur með eitthvað overhand, eitthvað víðan krók og smell hittir hann og fer á eftir hann niður og klárar hann með góðum ground and pound tökum. Ok, hljóma vel. Herri, Stipe Miocic er sexy stuðul. Sex, en hann er ekki mest í underdogin á kartinu því að til staðir mættur Paul Craig sem mætti Bo Nickal. 8.75 á Paul Craig. Ég verð samt að segja það er ekki margir bardagamenn sem eru svona top of the line sem ég myndi segja að Paul Craig ég var eitthvað svona, já, kannski eitthvað ef það er einhver sem að Paul Craig á sensi þá er það Bo Nickal og þegar Bo Nickal vill bara vera í gardinni hann. Já, Bo Nickal sýndi í síðasta fight hann er ekki með gott fight IQ MMA fight IQ og þó hann sem með gott wrestling þá er hann ekki endilega með gott jits. Nei. En er ekki vandamál samt, þú veist að Bo Nickal vill taka niður og Paul Craig sætti sig við að lenda á bakinu? Jú, en þú veist, Paul Craig er aldrei að vinna þetta á löppum, held ég. Þú veist, bara voða fá að barða, skilurðu? Nei, þú veist, ég held að Paul Craig sé betri striker og vilji halda þessu bara svolítið standandi. En sé þess alveg til í að detta á bakið ef að Bo Nickal, þú veist, kemur með góða fellu þá var hann alveg tilbúin að vinna sig af bakinu. En ég held samt að Paul Craig sé að hugsa að verjast þessum takedowns, halda þessu standandi, hann er betri að bóksa heldur en Bo Nickal. Ég held það. Já. Bo Nickal er ekkert spes bóksari, ég meina við höfum ekki séð hann nema á móti Woodburn. Sem hann rótaði. Það vantar Óla núna í þáttinn til að vera svona rödd Bo Nickal. Sko ég held að mér finnst Paul Craig, mér finnst hann lúkka ákveðlega fótum, mér finnst striking hans bara null effektiv þó hann lúkki þokkalega Bo Nickal er með meira effektiv striking þótt að lúkki pínu klöfst stundum og þú veist Já, effektiv kannski á móti IKEA-starfsmönnum eins og Nonni hefur svo oft kallað val okkar út. Já, en ég held bara að Bo Nickal eftir að líða allt og vel í gardinni og Paul Craig og láta veiða sig eitthvað þrýtning eða eitthvað. Ég get alveg ímyndið mér það. Já, reyndar. Mér finnst sko þessi 8.75 stuðull alveg bullaður sko. Já. Og það er sko, Bo Nickal hefur ekki, maður sér alveg hann er góður í glímu, maður sér hann er hæfileikaríkur og svona, en hann hefur ekki sýnt að hann sé á þessu leveli sko. Nei. Og svona mikið betri. Og Paul Craig er rosa góður í að pulla eitthvað svona sub out of the hat bara á síðustu 10 sek líka, hann er ógeðslega góður í því sko. Ég geti alveg ímyndið mér að Paul Craig kom bara, ég er búin að vera lengur í MMA glímu heldur en þú, bara, þú veist, og ná honum í eitthvað bara, í eitthvað reynslutak. Já. Hann bara sigrar hann með einhverju bóndabeyju. Guillotine. Paul skýtur inn, hann bara guillotine hann. Það geta alveg verið sko. Þess vegna skilur við. Eða bara eitthvað leglock. Mér fannst lappirnar á Bo Nickal all over the place síðasta bara dag. Mér finnst hann plantað á rosa heimskulegum stöðum. Mér finnst hann bjóða svolítið upp á að þeir færi lappirnar á honum á tímabili. Og þegar ég sá þennan bara það hefur bara eitthvað Paul Craig er að fara að enjoy that shit. Hann að fara að vaða í þessar lappir og reyna að leglock hann hægri vinstri sko. Þessi leglocks virka ekkert í MMA maður. Það gera það ekki. Ég verð samt að, sko, mér finnst leglocks... Menn er alltaf eitthvað svona að reyna fyrir eitthvað leglocks og geta bara eitthvað geðvett slæmt ground and pound og svo beila þér á því. Hvernig sáu við síðast bara eitthvað heel hook bara virka í MMA? Mokaev móti... Mokaev? Var ekki Mokaev, var hann ekki neðan slitið? Já, hann lifði það af. Já, hann kláraði bara, hann vann hann, sko. Ótrúlegt. Já, en það var nýbar, sko. Já. En ég man... Það var með heel hooks sérstaklega. Já.
Ég veit ekki hvað myndi tappa fyrir einhverjum heel hook þegar þú getur kíkt frá þér. Ryan Hall hefur gert eitthvað svona roll og veitt einhvern gaur í heel hook einhvern tíma manni, en þú veist, maður sér ekkert maður sér þess að heel hook attempts og yfirleitt eru gaurar bara að geta eitthvað ground and pound með að reyna þetta svo gefast þér upp á þessu. Þetta geggjað í jiu-jitsu. Þetta ekki alveg, það erfitt að ná þessu í MMA. Já, það rétt. En fyrir mitt hluti, ég held að þessi engin bardagamaður svona í efra laginu í þessari deild sem ég myndi finnast Paul Craig jafn líklegur á móti eins og Bónakl. Já, ég sammála. Ég ætla að gefa það Paul Craig. Og ég þess að húsið mitt á þetta og eiga 8,75 hús þegar ég ég er sammála. Ég ætla að gera það líka. Ég held að Bónakl taka niður og svo ná hann ground and pound ná hann. En þetta lifandi hundur. Þetta mjög lifandi hundur. Herri, það svona eitt og annað á þessu karti, sko. Já. Ekki Stikl og stóru? Jú, Stikl og stóru. Karin Silva móti Vivian Araújo. Ég hef ekki sett eitthvað skoðan á þessu, nema bara gaman að sjá Karin Silva. Já, hún allt skemmtilega. Hún á heitur önni. Hundur. En Mauricio Ruffy móti James Lyontop. Fighting nerds. Þarna erum við að tala gauður sem fólk ætti að vera að fylgjast með. Já. Þetta sko flying scissor takedown í síðasta bara. Já, bara allt þess að hann með svo flotta tímasetningar í strækinginu líka, þú veist, þetta bara bjút að horfa á hann mann, sko. Já, ég var sko í einhverju partíinu á Vesturgötu og ég var eitthvað svona, ég man ekki að það útskiptapartí eða eitthvað og það var svona netchillaðir eitthvað og ég var svona, eitthvað saman að ég sitja á UFC, ég er með podcast og þetta eitthvað svona, já, þetta bara í sjónvarpið eitthvað og svo sá ég Mauricio Ruffy fyrst skipti og hann fer í þetta scissor takedown og ég stóð upp í sófanum og ég öskraði og enginn að horfa með þér enginn annar og voru eitthvað svona, já ok, eitthvað og þetta eitthvað flott, ég bara, hvað flott? Sér þetta scissor takedown? En líka bara skemmtilegur striking stíl og ég hugsaði bara það er eitthvað sem minnir mig á Conor McGregor hana. Já, það er svona tímasetningarnar einmitt þú veist, hann einhvern veginn tímasettur allt þannig að, þú veist, mér finnst það ekki að gera svona eitt brjálæðislega hratt en hann samt alltaf á undan. Þannig ég er ógeðslega spenntur fyrir Mauricio Ruffy og ánægður að hann hafi bara endað á þessum stað á þessu karti, skilur við. Já, þetta er góður stað. En hann er að mæta gaur sem er sko 0-2 í UFC. Þetta er svona, mér finnst eins og þessi að vera að gefa honum svona auðveldan anstæðing. Með hvað maður er spenntur fyrir svona gaur, þá svona hefði maður trú að hann fengi kannski einhvern svona aðeins meira spennandi, sérstaklega það sem hann er á fokkin main eventi. Nei, main karti á John Jones Madison Square Garden viðburð. Já. Ég held samt Lollentop þarna, ég held að hann sé hvað lúka þetta? Hvað heitir hann? James Lyontop. Já, ég held að hann sé að fara að berjast fyrir lífi sinni núna. Hann er búinn að tapa 2 röð, Potbúið að segja við hann 3 röð, Potbúið að segja við hann ef þú vinnur ekki þennan, then you're cut. Já, ég las þetta alltaf, þetta er L on top. Já, Lyontop. Það er umröð nafn, af því ég las þetta Lyontop. Já, það væri betra. Það væri betra. Lyontop. Já. Ég lendi í smá vandræðum með þetta. Nei, þetta er ekki Peru. Nei, þetta er ekki Peru, Jú, Peru. Já, ég elska þetta landafræði podcasti, klám og landafræði podcasti í 15 lótan. Já, herðu, það er nú meira. Það er meira. Já, Jonathan Martinez sem er Marcus McGee. Það er featured prelim. Þetta er ógeðslega spennandi bardagi. Fyrir mér ætti þetta að vera á maincardinu, sko. Já, eins og við höfum oft rætt, þessir bardagir, ég er oft með betri bardagum á kvöldinu. Það er rétt. Og þetta er, þú veist, þetta er bardagi sem enginn má missa af. Ef hann ætlar að horfa á þetta kvöld, þá horfa hann á þennan bardag. Já, nákvæmlega. Bara Marcus McGee. Ógeðslega spennandi. Þú veist, er hann búinn með 2 eða 1 bara nei, hann er búinn með 3 búinn með 3 bardaga, hann er litið ógeðslega vel út. Ég man var Gaston Bolognius síðast standing TKO. Martínez líka bara mjög skemmtilegur. Já, ég held að segja Martínez vinnur hans. Ég held að segja Marcus McGee. Ég er Martínez með hann líka. Þetta er Martínez með hann? Síðan erum við með Weidmann næstan. Þetta hlýtur nú að vera hans síðasti bardagi. Já, við erum með 2 mögulega legend retirements í röð. Við erum með Jim Miller og svo kemur Chris Weidmann í næsta bardag. 2 legend í leiknum sem ég held að Jim Miller skilji hanskan núna eftir. Þetta er ekki. Mér er svona einhvern veginn síðasti hlusta á viðtal við Jim Miller, þá talaði hann eins og væri bara rétt að byrja, sko. Já, hann sagði að hann var ekkert að fara að hætta og eitthvað. Mér finnst það bara ekki gott, sko.
Ég held að hann segja bara Chris Weidman hljómaði sem í sínu viðtali eins og hann væri nú alveg ég held að Miller sé að fara að hætti í UFC hvort sem hann sé að fara að hætti í MMA eða ekki þá held ég hann á ekki marga barða eftir í UFC Nei, ég sammála Það svolítið staðan Geggjað Það eru alveg fleiri bardaðar Marcin Tybura á móti Jonathan Dennis sem átti að vera síðustu helgi Já, hann átti og hann var bara endurbókaður fyrir þennan sko. Þannig að þetta skemmtilegur heavyweight bardaði Svo annar bardaði sem ég langar að flagga Oban Elliott á móti Basil Hafez Já, ég var með það á eftir að vera skemmtilegur bardaði Báður sér gæjar bara búin að lúka skemmtilegir Basil Hafez tók debut á móti Magdalena svona short notice og það held allir bara, það væri bara einhver random gauður að koma sem slátraður en eftir þann bardaga, þá var maður bara einhvern veginn meira spennt fyrir Basil Hafez heldur en Magdalena sko. Og Oban Elliott, hann 2-0 bara búin að vinna 2 decision sigra, reyndar annar móti Val Woodburn sem við höfum ekki gefið mikið kredit í þessum þætti Nei, við höfum ekki gefið Val Woodburn kannski virðinguna sem hann á skilið eða ekki skilið Á skilið, segirðu? En hann átti góðan bardaðan á Oban Elliott móti Preston Parsons síðast og vakti allan að lukku hjá mér vakti athygli þannig að ég spenntur fyrir honum sko. Þetta bardaði sem getur verið mjög skemmtilegur Já, ok Þá held ég að þú sér bara búin að taka prelims monologið coverið það sem ég hafði að segja líka Já, rappar svolítið sko. Mjög gott Ef ég svolítið að slá bátnum bara í það Jú Við segjum þetta gott að sinni Við minnum á að við sjáumst eftir viku og gefum kannski út auka þátt í miðri viku þegar við fáum hann Dominic Gibbs breska sjarmatröllið og Kate Steele eigandan Það ekki á Föss Það á Föss Sjáum til hvernig við gefum það út En svo síðast ekki síst að það má minna á að þátturinn í boði Minigarsins, M-Fitness, Sauðkarlsins, Boxbúðarinnar, Chili Salsa og Preppartsins Svo Myrkvinn Og Myrkvinn Já ekki alveg örgallir það? Jú, það allir Þetta svo margt, það erfitt að halda utan þetta Já, það var pínu erfitt Það bara, fólk byrja að kveikja Já, einmitt, það fólk fara að sjá The potential Já, potential í þessu sko Já, the market out there og líka næstu helgi en í næstu viku þá verður komið upp proper stúdíó og líka ég búin að henda löpum út á borð kannelina vegginn verður fleira heldur en þessi fallega mynd ég kem inn á 15 og ég verði eitthvað innan mannast eitthvað fara með til og þegar svo ég farin Svo þú farin? Ég farin í sumbúst á föstudaginn Ég ætla alltaf að segja að það væri bara farin niður móðuna miklu sko. Nei, þannig ég missi af Kate Steele Aha Já, ég árlega bústaðaferðin mín er þessa helgi Við missum af Kate Steele Þú missa Kate Steele 7. desember? Nei þú veist Já, ok, ég er að segja Ég er ekki, nei Þetta hefði átt að vera tekið fyrir á fundi sko. Ég var að bóka fund Já, tímasetningar voru skipulaðar með stór event í huga Glæsilegt Herru, við þökkum hættum fyrir að hlusta á skipulagsvandaðan okkar og bústæðarnas Heiðars Hann vil tekið fyrir næsta þætti Ef Heiðar komið lífandi tilbaka Recap þátt á bústæðarferðinni Já, af því að Fyrsti bústæður eftir ferðið Getur verið hættulegt Sko, ertu að fara mjög langt yfir Ártúnsbrekku eða er þetta bara stutt? Þetta eru 50 mínútur frá Selfossi sko Já, við sjáum Heiðar ekki aftur Kannski við kíkjum við í 800 box unit Þetta er eitthvað box á Selfossi Er það 800 box? Já, ég var bara að fá þetta sem auglýsing á Instagram Ég var bara, kannski kíkja við þarna Kekja Farðu og taktu upp smá footage fyrir 100 lóðuna Það er aldrei Það er bara glíma líka, það er glímaklubur á Selfossi líka Já, það er bara aldrei auðvitað að við kíkjum við og tökum smá efni helgina Já, Herru, við þakkum öllum fyrir að hlusta og við sjáumst eftir að hálfur viku liðinni og svo annari hálfur viku liðinni og svo viku liðinni Já Herru, það er gaman þessu, takk fyrir Herru, við verðum að cancela sánu kvöld í meðan Akkur er við, svona seinir það? Já, svolítið seinir en líka bara Gilji þarf að mála mig í kvöld fyrir verkefni í skóla